Já, við erum ekki með skort.
Velkomin í 4. umferð af ljósleiðara deildinni. Ég sjálfsög Leo Deathcake og með mér í kvöld verður Árni Leflöf sem við fengum að horfa spila í seinustu viku og átti bara geðveikan leik. Að mínum mati sterkasti leikmaðurinn inn á servernum alla í seinustu viku. Ég tek því. Já, mikið hrós komandi frá mér. En í kvöld erum við sem sagt að horfa á KBJ Hyper. Og tilfinningi mínu svolítið eins og sérstaklega með liðið eins og Hyper. Þeir eru búin að vera smá svona David and Goliath vibe með þá. Þeir virðast einhvern veginn ná að slá alltaf eitt af sterkustu liðunum í riðlunum. Þeir gerðu þetta í seinustu deild með Vega. Núna fyrir hvort það hafi verið 2 vikur síðan tókuður Dusty út. 2-0, sannfærandi sigur, hvort það hafi verið 13-10, 13-9. Kom þetta þér ekki óvart eða? Jú, sko, það sem kemur manni óvart er að þeir hafi náð að klára seríuna og þetta hljóma kannski illa en ég meina það ekki illa af því að Hyper er eitt af þessum liðum sem að hafa, þú veist, þeir eiga alltaf eitt mapp inni, þú veist, þeir voru alveg ógeðslega góðir á Overpass, ef ég man rétt voru þeir ógeðslega góðir á Train líka, þannig að þeir voru alltaf góðir á einu mappi og í sínu picki, en svo bara náðu þeir aldrei að klára bæði sitt pick og pikki á anstæðingunum. Er þetta svona limited map pool kannski eða eitthvað þannig tilfinning? Já, akkurat, þú veist, það er, þú veist, þú ert með mappi sem að þú velur alltaf og svo ferði yfir á hitt mappið og þá ertu kannski ekkert endilega að spila mikið á hitlið. Já. Og þess vegna kom mér á óvart sérstaklega að þeir hafi unnið 2-0. Já, ég meina að Dusty var ekki búinn að tapa í rauninni seríu, ég veit ekki hvað lengi. Það búið að vera mjög langt síðan að þeir töpuðu seríu. Þeir voru bara að missa 1 mapp í gegnum árið, 1 á móti Vega, 1 á móti Sögu, hérna á Skjálftamanni og hvort það hefur eitthvað 1 annað leinstann inn á milli en þeir hafa ekki tapað seríu, allavega hvort ég sé bara fara með rétt mál, 1 heilt ár. Það er spurning hvort eitthvað hafi mynda á þá að þeir voru ekki búin að tapa. Það er svona, kemur körs alltaf þegar þú fattar, ég er á winstreaki, þá tapar næsta. Já, ég hafði akkur hugsað hvort þetta tengdist líka bara að vera nýkomin úr off-season, skilur þú, þetta einn, kannski strákar er ekki búin að skilja inn þessum tímum eins og þeir gera vanlega og eru þá kannski aðeins læra dampi og séðan alltaf því meira sem deildin gengur áfram, því meira og betra formi eru þeir í rauninu komnir í. Þannig að mér þykir ólíklegt að þeir sé að fara kannski missa eitthvað mikið af fleiri seríum út riðilinn. Nei, það er líka bara mun betra að missa svona leik snemma á tímabilinu í staðinn fyrir að þetta sé undanúrsliða leikurinn Það hefði verið sárt sko. Ég meina, þú veist, ef við erum að fara eftir síti þá væri þetta akkurat líklegast undanúrsliða leikur sem þetta hefði lent á sko. En það bara, já, heppilega fyrir Dusty í þetta skipti og Hyper líka svona svolítið þannig lið sem að spilar öðruvísi en flest önnur liðin í deildinni, þeir eru mjög þéttir og eru mjög þolinmóðir, spila hægari CS en hinn liðin, eru minna challenge endilega territoríin og eru svolítið bara svona crossfire, skilur við, og ef þeir eru að spila terrhoff, bara býða þeir lengur, leyfa fólki að nota U-tail og þannig og sérstaklega þegar þú ert komin á móti betri liðunum, það eru bara svo óþolinmóð. Þú horfir á liðan svo Dusty, þeir vilja bara, við erum að fara að sýna hvað við erum góðir, skilur við, og Hyper kann alveg 100% að nýta sér það í haginn. En í kvöld þá fá þeir hins vegar KBJ sem er líka frekar stórbiti, búin að taka inn hérna Óla Óvirk í line-upið og sem er búin að pluma sig bara nokkuð ágætlega að mínum mati. Hann allavega individual performance hjá Óla er búin að vera góður. En áhugaverðast við það er maður er ekki búin að sjá endilega eitthvað risastökk í heildar quality í liðinu. Þóttu tókst út leikmann eins og VJ þá einhvern veginn bara spila þér aðeins öðruvísi. En ég er ekkert endilega að fá, maður er alltaf ekki ennþá búinn að sjá eins og deildinu núna eitthvað mikinn mun á performance hinga til. Ef ég maður rétt á eru þeir hvað, 2-2 í deildinu núna? Þeir eru 1-2. Eru þeir 1-2? Já, þeir eru alltaf að spila 4 núna, já. Já, þeir vinna IA 2-0, tapa móti Þór og tapa móti Vega. Akkurat. Þannig að, þú veist, miðað við það sem við sáum þá í seinustu deildinni þá voru þeir næstu í tablusir, töpuðu þarna bara móti Dusty í riðlunum, unnu öll hinn liðin og núna erum við að sjá aðeins hægari brekku. Fáið þetta liðið sem er í fyrsta sæti og öðru sæti bara beint í byrjun. Já, akkurat, en töpuðu móti Þór, eða ekki? Sagði það ekki? Jú, sorry. Já, Þór náttúrulega fyrsta og ekki fjórða er ekki Þór fjórða sít ef ég man rétt líklegast núna í deildinni. Er eitthvað svona sem öskrar á þig við þennan leik í dag, eitthvað sem að þú heldur að muni skipta sköpum? Ég var auðvitað að tala mappúli hjá Hyper en KBJ eru í svipaðri stöðu að því leytinu til að þeir eru í ákveðni mappúl krísu.
þú veist, ég held að þeir hafi ennþá ekki fundið út hvaða mapp þeirra mapp. Þú veist, sama hvert þeir fara, þá eiginlega eins og þeir séu að spila 2 stykki af mappúli, eða þú veist, mappi sem andstæðingur velur. Já. Þú veist, þeir eru aldrei með eins og Saga pikkar á móti Vega, Ancient vinnur 13-3, eða Dusty pikkar Overpass á móti Já, það er svona mapp sem þú veist að hitliði lélegt í en þú eru frábæri, svona counterpikkar svolítið inn í liðin sem þú ert að spila móti. En þegar KPJ pikkar eitthvað mapp þá það, þú veist, það alltaf jafnt, það alltaf af hársbreyt frá því að tapast eða vinnast og það hefur líka ekkert endilega breyst með innkomu Óla, þú veist, þeir hafa mikið verið að spila á svona möpp sem eru kannski ekkert eitthvað rosalega sterk fyrir hann, en eins og ef þú gefur Óla ofvirk Dust 2, þá, þú veist, rúlar hann, skilur. Já, það er bara eiga góðan tíma allavega fyrir hann. Já, en þeir hafa í staðinn verið að spila, þú veist, þurft að spila Anubis eða Mirage og svo hafa þeir verið að pikka Nuke sem að, þeir, það eru allir einhvern veginn betri en þeir í Nuke þótt að þeir séu góður í Nuke. Já. Þannig að þeir eru í smá, eins og ég segi, þeir eru í smá krísu hvað það varðar og það er alveg fitting að KB og Hyper sé að fara á móti hverjum því að það verður mjög áhugavert að sjá mappúlið hjá báðum þessum liðum og sjá sérstaklega sko. Já, ég nefnilega eiginlega smá hugmyndasnöður hvaða möpp eru að fara að vera tekin í kvöld. Ég átta mig ekki alveg á því. Mig grunar vissulega að KB eigi eftir að reyna að lenda Dust 2 inn, vitandi bara en þá erum við að fara að sjá varpa bara á milli Snowy og Óli Ofvirks, en Óli Ofvirkur yfirleitt nánast alltaf góður fyrir 2 leikmenn í Dust. Það er alltaf reynslan af honum í því mappi og ef þú veist þú hefur það, þá svolítið svona eigum við auðvitað ekki að fara í Dust 2. Þetta maður með þannig tilfinningu skilur og veist að einn leikmaður, þá bara þarf þú að skila þínu og þá þetta bara komið í hús, sko. Já, það líka hjá þeim að þeir virðast ekkert vera endilega allir jafn góðir á sömu möppum. Því að allavega á Dust 2, ég meina KB á Dust 2 var alveg lélegt áður en Óli kemur inn. Núna kemur Óli inn og það var það aðeins betra af því að Ofvirkur þetta bara reyndur Dust 2 spilari og einn af þessum vöppum sem bara vinnur í raun mappi fyrir þig. En restin ekkert eitthvað, þú veist, þetta ekkert solid mapp fyrir þá. Nei. Og öfugt með Anubis, ég meina Anubis hefur alltaf verið mjög gott mapp fyrir KPJ og leikmennina í KPJ. Ég meina, ég spilaði mikið, spilaði oft í Faceit og Q-a saman og þú veist, eru bara topp leikmenn þar, en það ekki gott mapp fyrir Óla. Nei. Þannig að þeir eru í smá vesenni. Já, þetta er líka svo áhugavert oft þegar þú ert með þessar rosterbreytingar, 1 leikmann út eða 2 leikmann út, hvað mappúli getur bara shifta completely fyrir liði. Þú tekur 2 leikmenn sem allt í einu bara ekki góður í Ancient og þetta, en það var sterkasta mappið ykkar og núna það allt í einu orðið bara eitthvað frekar lélegt. Og núna einhverju önnum möpp orðin betri og þá þarf að rosa mikið vinna að fara í að bæta þá 9 góðu möppiðin upp. En í það minnst að þáttu allavega að fara kannski að kíkja á bara line-up KPJ í kvöld og sjá hvað við höfum upp að bjóða og þetta held ég bara sama og við höfum verið að sjá, þetta er bara rosteri þeirra, 5 manna. Edison, Ofvirkur, Solo, Nonni og Rodríguez. Í rauninni, þú veist, þetta er nokkuð þétt line-up á blaði, allir, þú veist, Edison bara besti ræfler Íslands og hefur verið í langan tíma og Óli Ofvirkur, svona innstimpla sig sem eitt besti vappi Íslands. Sér eftir með Solo sem bara reyndur í bara topp baráttu bara síðastliðin ár og kannski þessir sem eru svona tildalega nýrri inn í Nonni og Rodríguez. Rodríguez ennþá svolítið svona að mínum mati nokkuð grænn ennþá í deildinni, ekki endilega búin að innstimpla sig endilega sem topp leikmaður og er hins vegar að fá góð tækifæri og góða reynslu á að spila á móti allir sem toppliðum hérna í deildinu og maður bara reyna að sjá svona hvað hann ætlar að lenda í það er líka, þú veist það sem að þeir hafa yfir marga leikmenn í deildinu hvað þeir spila mikið, ég meina þeir eru alltaf í einhverjum Faceit-leik, í einhverju Faceit-lobby að spila með hellinga fólki, þannig að það líka svona katapulta reynslunni þeirra upp, skilurðu. Þú veist, þeir eru ofta að taka leiki, þú veist, þeir eru konum með Ofvirkaninn sem með gríðarlega mikla reynslu, þeir spila oft Faceit með Varginum til dæmis og þú veist, Hafa Detonate og eitthvað, þannig að það alveg mikið af fólki í kringum þá sem þeir geta lært af. Algjörlega.
svona, ég tek alltaf með unin á að það er svona nýja kynslóðan á móti gömlu kynslóðinni að því þú tekur eftir þessir boomerar, quote on quote sem eru svona leikmenn akkurat eins og Vargurinn og jafnvel Maggi Vírus, og aðrir sem að þú veist, hvað þetta landskip er búin að skipta mikið að því þegar við vorum að spila það var ekkert face-it. Þú þurftir alltaf að prakka og þá var hver einasti dagur voru alltaf eitthvað til eitthvað æft, þú veist að því þú vart að spila móti öðru liði, alltaf. Og maður gerði þetta í 10-12 ár og maður fekk svona rosalega góðan skilning á liðsheild. Og nýja kynslóðan kemur svolítið inn og það fær þess að face-it reynslu fyrst sem að eru oft svona frekar mikið af bad habits sem koma út frá því. Þú ert að gera eitthvað sem þú myndir venjulega ekki gera með liði og ert kannski að lesa leikinn vittlust að því leiti að þú ert að spila á móti pöggum en ekki á móti liðum, þannig að flæðið á leiknum er ofta aðeins öðruvísi. Þannig að þú ert svolítið að taka einhvern leikmann sem lendir í bad habits og reyna svona smetla honum inn í þetta competitive senuna og sjá hversu góður hann er í að, þú veist, aðlagast í rauninni þessu nýju liðum og það eru alveg margir leikmenn sem gerðu það mjög vel, meðal annars bara allir sem voru í gamla Dusty line-upinu með þér, Edison og Bjarni og aðrir og Steppi Kókó og einhverjir skiljur og síðan er einhverjum margir sem að lenda kannski á einhverju svona smá ceiling og virðist einhvern veginn aldrei komast almennilega inn í competitive umhverfið performance-wise að því þú ert að horfa á leikmenn suma sem eru jafnvel 3000 íló þú veist, er nálægt því og þeir eru kannski ennþá í fyrstu deildinni eða eitthvað skilur sem er ótrúlega skrítið og meðan þú ert að horfa á marga leikmenn í úrvalsdeildinni sem eru topp 3 liðunum og þeir eru bara 2400, 2500 þú veist, þannig að þetta er mjög svona þetta er ekki alveg svona svart og hvítt skilur hvernig það spilast út sko. Ég er í 2,7 íló en ég tek svona að meðaltali kannski 100 face-it leiki á ári sko. Akkurat, þetta er alveg svipað, ég er eitthvað í kringum 2,55 eða eitthvað þannig, þannig þetta er bara lítið spila en kannski fáum þá hérna upp lið Hyper. Já og þetta er bara sama, bara öflugust rosterinn hjá þeim, Dr. Kiro, Snowy, Drjóli, Suk og Inso. Þetta er mjög öflugt lið og það sem ég hef mikla virðingu fyrir leikmönnum Hyper er að þeir eru ekkert að sjöffla line-upinu. Já, þetta er svona eðal fyrstu deildarlið. Þú veist, fyrstu deildarliðin, þú sérði ekkert mikið af breytingum þar á meðan úrvalsdeildarliðin eru bara rúllandi alltaf. Það er alltaf allir að leita plástrum, það er nefnilega málið. Það er svona, og sérstaklega tilfinningur í úrvalsdeildinni er að það er svolítið verið alltaf eitthvað ef við bara værum búin að þessi leikmaður og sem skiptar hann út og þetta er ofta alveg, þú veist, sama resulti, skilur eins og til dæmis með kannski Óla Ofverk eitthvað, maður svona, ok, við tökum hann inn, þá mun allt breyta, síðan kannski er þetta bara sama, skilur En þarna eru þeir miklu meira að einbylna sér að því að þróa sem lið og hafa verið bara að klifra jafnt og þétt og maður sá lið gera þetta back in the day, voru bara allt í einu 18. liði og síðan voru þeir orðnir 12. liði og 8. og þangað til eru komnir alla leið á toppina því þeir eru bara, núna þekkja þeir bara allir inn á hvern annan, þetta er bara eitthvað svona chemistry dæmi sem hefur bara byggst á 2, 3, 4 árum sem engin önnur liði deildin að hafa, þeir eru alltaf að taka 1 og 2 leikmenn alltaf bara kippa honum út, næsti og lenda alltaf í sömu vandamálum. En Snowy aftur á móti bara mjög svona áhugaverður leikmaður, góður vappi, ekki mikið svona underrated vappi, vill ég meina. Þú veist, hann er öflugur, hefur alveg sýnt bara góðar sirpur en ekkert mikið talað hann. Nei, ég akkurat mann mest bara eftir honum á riffil sko. Ég voðalega lítið þannig sem ég séð af honum á vappanum. Já, ég er nefnilega átt nokkra leiki á mótunum og ég er alltaf bara svona, já, þú ert bara mjög þéttur sko. Þú er solid. Já, algjörlega og þú veist, það er ekkert öll lið með svona vappa sem að geta tekið smá fórustu fyrir liði. Já. Hann er svona allavega innstimpla sig sem einn af þeim sem getur alveg klálega snúið leik við sko. En annars svo sem ekkert meira þannig sé að segja með þetta line-up við erum bara að fara tilbúinir þá að kíkja bara á vídeóið og sjá hvað er að gerast hérna. Færa hérna Lenovo Legionina. Já. Ég veit ekkert sko. Nei, mig grunar Hope Anubis eða Nuke. Hyper eru lið sem fíla bunkervöpp eins og Inferno. Þeir vilja hvað overpass þá? Við erum að fara að sjá Ancient örugglega inn gerir ráð fyrir. Hyper eru hata ekki Ancient allavega. Þetta var Ancient Nuke. Anubis KBJ. Anubis overpass. Já, overpass reyndar gæti lent. Það eru Já. Það er nú spurning hvað flótið er að fara að vera.
KBO vill alveg núk, ég veit það og ég held að Hyper vilji núk líka, þeir eru góðir í núk, þannig að það spurning hvort þeir endi í bara third map núk. Skilja Dust 2 eftir. Já, akkurat, third map núk. Já. Það alveg spurning. Það best að flóta núkinu, sko. Það alltaf best að flóta því. Ef þú veist að hitliði vill spila, flóta þið bara og reyna að vinna hnífana, sko. Já, ég var bara að spá, ok, sko, eins og ég segi, KBO kannski restina af line-upin ekki það gott í Dust 2, en það var alveg möguleiki og opportunity hana fyrir þá til þess að pika Dust 2 og fá Anubis sem third. Já. En eins og ég segi, seinast þegar ég sá KBO í Dust 2 þá var það ekkert eitthvað fagurt, sko, þannig að kannski er það ekki góð hugmynd, ég veit það ekki. Nei, Óla, ég held að miðað við það sem ég að sjá af vídeóinu, þá þetta hendar Hyper ágætlega. Já, ég held að þetta bara mjög flott map-pool fyrir Hyper. Já, eina að Anubis ekkert frábært map fyrir þá, myndi ég halda, og það alveg bara út af leikstílnu þeirra. Anubis miklu meira chaotic map, það meiri, þú nærði ekki að bunkera jafnvel í möppum eins og Anubis og þú nærði að gera í Nuke til dæmis og Overpass. Já. Þannig að Hyper eru almennt búnir að vera svona mikið í möppum eins og Nuke, Overpass, Inferno, eitthvað sem svona auðvelt að halda þétt í crossfærum. Það þarf samt að vera helviti gott mapp fyrir þá fyrst það pikkuð á móti Dusty og Unnu, sko. Já. Pikkuður Anubis á móti... Pikkuð Anubis á móti Dusty og Unnu. Það reyndar að mínum að þetta gali pikk á móti Dusty. Það eiginlega gali pikk að Dusty góður í Anubis, sko. Svo pikkaði Dusty Inferno, það var alveg moment þar sem ég hugsaði bara að þetta vídeó hlýtur að vera öfugt. Já, en það var ekki öfugt. Ég held ekki, sko, það var ekki öfugt. Getur ekki verið að hafa verið öfugt. Nei. Það væri alltaf hana. Mér finnst líka athyglisvert að, akkurat, Inferno pikkið hjá Dusty mjög... Ég held að Dusty mögulega vannmetur ákveðnu leiti að þeir halda þessu góður í Inferno, en ég held að það sé meira bara að allir hinir eru frekar lélegir í Inferno. Já, ég meina, af engri ástæðu og ekkert tengt því af hverju, eða tengt því að ég sé að fá Dusty í næstu viku í leik. Já. Þá hef ég tekið eftir því að Dusty eru að pikka Overpass, nema mútið Hyper, þá pikka þeir ekki Overpass. Já, akkurat. Og pikka Inferno í staðinn. Ég ekki með svar fyrir því, Við erum alltaf búin að sjá alltaf Dusty núna vera að missa nokkru sinnum Inferno pikkin. Þeir töpuðu á móti Vega í finals í Inferno og líka núna á móti Hyper. Já, ég meina, en pikka, það er alveg interesting, sko. Áhugavert. Hann með Gamer Sleeve, Dr. Kiro. Þetta er legal. Nú, hann grípur smókinn hana, Óli. Gott flass hana yfir. Nægir hana einum. Flott skot hérna hana. Þeir eftir hana inn á. Smókandar feita, þeir komnir hana í Electric og núna þetta alltaf Snowy, hvort hann á að gera eitthvað hérna til að bjarga þessu rándi. Nær einum. Það væri alveg KBO-legt ránd að kasta þessu frá sér, en ég held að það sé bara ekki hægt. Nei, mér sýnist þeir líka alltaf að vera mjög yfirvegaðir með þetta ránd, allir bara bíða eftir píkinu. Jump píkar þetta með 10 í líf, þetta djarft. Ég verið clear. Já, þetta eiginlega vonlaus staða fyrir hann. Hann fyrir fyrsta... Nei! Not like... Snowy! Nær að bjarga rándinu 1-4. Þetta högg í andlitið fyrir KBO-að. Ég eiginlega bara orðlaus. Ég trúi þess ekki, en þetta það sem ég að segja. Snowy, öflugi leikmaður. Hann gerði þetta eiginlega bara eins vel og hægt var að gera þetta og fær þar að leiðandi rándið. Og ef þetta ekki bara... vindur undir vangi Hyper, svona ránd. Já. En þá, ég get alveg ímyndað með trillingin í Óla Overkakkur. Komið hérna, læðast 4 hérna, ætla þeir að reyna að flassa bara yfir, eða þeir eru að bíða. En Hyper eru að spila þetta rosa hyperlegt, það er bara verið að halda og ætla að reyna að fiska hérna upplýsingar hvar stakkið Þetta verður sökk sem sendur í info, hann fær eitthvað support þarna frá fyrir utan æð, en... Já, en þetta í rauninni bara vel gert hjá Hyper hérna eins og Þeir eru ekkert að overcommitta í neitt fyrir en að þeir viti nákvæmlega hvað að frétta.
Það er líka KPO, þetta er ekki þolinmæðasta liðið sem við höfum í deildinni. Nei, það er nefnilega annað og Hyper veit það svo sem alveg, en þeir eru búin að fá einhverja upplýsingar hérna. Vita er einn hérna, Edison fær grensuna, góð grena. Það eru bara að kæfa á, sko. Herðu, þetta er... Ég skil ekki hvernig hann nær hérna tveimur, en einhvern veginn gerist það. Hinni tveir komnir inn á fyrir aftan. Þeir eru ekki með bombuna? Það var hann ekki hana fremst í allobi. Ná henni. Ég meina, óvinnanlegt ránd, en ég meina með við seinasta ránd þá kannski ekki. Nei, akkurat. Solo hérna kemur, þeir einhvern veginn hafa enga hugmynda. Enga pæli honum. Þetta er þetta ágætis staða hjá honum Kiro. Það er nær Solo 2-0 og dýrt ránd fyrir Hyper. Þetta var í rauninni bara hvað, Uspur og 250? Já, þeir voru ógeðslega þolinmæðir allt rándið þangað til að þeir komu að staðnum þar sem þeir þurftu akkurat að vera þolinmæðir. Já, akkurat, og það sem ég þess athyglisverð við þetta er að þeir vita af manninum í allopíunu. Hann draf seinasta og þeir eru að halda bak eins og Usain Bolt eins og hann hafi bara hlaupið hann á makt í hringinn, sko. Þeir heyra bæði í mollatekinu og í greintekinu og góða samt þannig inn, sko. Já, þetta er ekki smá miscommunication í gangi, en rándið hins vegar reddaði, Scott Flass kíkir, sjá engan. Þetta er erfitt tempo sem að Hyper spila á því að KB eru vanir að þú veist þegar þeir kasta þessu flasti þá eru gæjar að kíkja, sko. Algjörlega, flest lið eru í svona early aggression, reyna að taka þessi neutral territory frekar snemma á meðan Hyper er eiginlega alveg sama. Og maður sér líka bara hvernig þú horfir á þetta, það er ekkert eitt annað lið í deildinni sem spila svona. Nei, akkurat. En KB, mér sýnist þeir vera alveg ágætlega reddi fyrir þetta tempo því þeir eru að halda í smókuna. Ég meina, Rodríguez á A er ekki búinn að nota sinn. Þeir voru að nota fyrsta smókina á B núna. Smókuðu þetta miðjuna hana áðan. Gefa miðju og stakka stætin, þannig að ég meina þeir eru alveg, þeir virðast að vera undirbúnir, sko. Þeir eru að spila þetta rétt gegn akkurat því sem Hyper er að gera, en mér hugsaði akkurat að því meira sem Hyper er í deildinni og eru alltaf kannski að spila sama dæmið, þá byrja fólk að aðlagast. En allavega 1-1 trade hérna, en á bíinu, keyra hérna út, en KBO gerir vel hérna og lokar eiginlega brá þetta leið, 2-1 fyrir Hyper. En já, eins og ég segi, þá hef ég akkurat áhyggjur með þá bara langlífi Hyper akkurat ef að þetta er alltaf sami playstylinn, það er ekkert svona change-up eða neitt þannig, hvort að lið byrja að aðlagast því og eins og maður byrjar bara að sjá KBO gera sem er tiltölulega aggressívara lið en Hyper og ég raunir bara eitt af aggressífustu liðunum í deildinni. Þeir eru bara bönkara líka. Þeir eru ekkert að fæta neitt þannig, bara eitt early flash fyrir info og ekkert annað. Já. Það var enda, þetta land hefði nú farið, held ég, nokkuð öðruvísi ef að Inso hefði hitt Mollan. Hann var með line-up fyrir Mollan hann í Apexi, sko. Já, og hitt ekki. En, dýrt. Sér engan. Fake info. Það gæti... Nei, hann fer aftur. Nei, gerir vel. Það er lestan á sig hérna. Reynir að hlaupa í burtu. Nær því ekki. Góð grena, en þeir eru að taka skaða hérna. Kastar hérna í Hurrakarminn. Planta Hyper með sæti, 3 á móti 2, retake kemur hérna inn Solo á MP9-inni. Erfitt retake. Já, vissulega, og þeir eru, vita 2 allavega. Veit ekki ennþá hvað þriðið. Góðum molli, náðum út, en Kiro nær að taka nonna út hérna og nær Solo líka. Góð skot hjá Kiro. Maður staði bara á þeim, þeir voru svo hikandi þarna að fara út, sko, að þeir myndu bara bæði renna út á tíma og örugglega labba bara beint inn í crossfire-in. Já, og það sé líka hvað tímasetningar eru mikilvægir í þessu leik. Edison hoppar þarna og það munar pixel að hann sjá eitthvað, sér engan. Og sem þegar hann kemur tilbaka þá eru þeir bara komnir alveg í andlitið á honum. Hann
peningurinn ekki góður í að KPI og aftur að lenda í smá vandræðum hérna. Það einhverja deglur og 1.250. Sýnist að vera bara nákvæmlega saman ránd hjá Hyper. Já. Þetta bara, við erum að sjá bara standard default inn í executes. Þeim raunin að sama og tók út Dusty, eins og sagðir. Bara bíða og síðan execute allir 5. ég man ekki hvaðan ég heyrði það. Ég held að Tommy hafi sagt það í seinustu útsendingu. Hann hafi hort á leikinn og komist að þessari niðurstöðu með Hyper hann á móti Dusty, sko. En ég hef ekki hort á þann leik ennþá, sko. Þetta bara sama Igorond, en eins og spottar hérna nokkra ekki að overcommitta í þetta. Gerir vel, Edison, Lár. En þeir vita núna að það eru allavega einhverjar hérna í A. Núna ætti þeir að vita. Já, það held ég. Og núna eru BKNir, þeir eru í slæmum málum. Já, þeir eru fastir hérna í hólunni og alveg samlokaðir hérna af Hyper. En maður munur líklegast átt að sjá hvað að gera sér mættir nú nota Util hérna samt, kannski ekki alveg svona. Þetta víður smókur hérna. Þetta er það. Nonni, nær einum. Maður er að sjá Hyper rosalega mikið vera að halda sömu hlutunum. Þú eru 4 inn á site, 3 að horfa elektrik, eða skilur við. Hann lappar hérna bara út úr hérna, dottu út hvað þetta heitir, en hann kemur bara í baki á honum. Það er enginn að horfa á hann. Já, út Faro, Temple, ég veit ekki. Út Faro, lappar hérna sem er bara venjulegt angul til að halda ef það eru svona margir inn á site, sko, en hann bara kemur þetta frýtt út, skýtur hann í nakan. En það virðist ekkert skipta neinu máli. Hyper er hérna með 4 ránd kominn. Þetta er alveg að hinga til hefur þetta ekki litið út eins og mapp sem að eða þú veist, ef þú myndir ekki segja mér hver pikkaði mappið, þá myndi ég ekki giska á KPI. Nei. Það hinga til hefur allavega ekki litið þannig út hjá þeim að þeir séu komnir inn í þetta mapp með eitthvað ákveðið. En kannski ennþá bara að fikra sig áfram hvernig þeir að spila. Hérna kemur flagg frá Edison í miðjunni sem er gríðarlega mikilvægt af því hann er skilinn eftir 1. Á famast hérna. Síðan líka spurning hvort fólk að reyna að nota Anubis að þetta er nýtt í mappúlunu. Kannski maður er svona, við erum bara að æfa þetta pínu, er þá gott fyrir okkur að pikka inn í þetta, en Anubis hefur alveg verið það er það sem ég er að segja. Staple mapp hjá KPI, sko, en þeir hafa bara já, ég veit ekki, þeir hafa aldrei verið geggjaðir í því, þeir hafa bara verið góðir í því, skilur við. Næra að tengja þarna. Já. Það er líka komin í góða stöðu hérna, þær 5. KPI að gera vel í hérna. Og núna erum við að sjá líka tölvöld meira aggression en þeir hafa verið að sína síðastlega ránd. Þetta er eitthvað ránd sem ég myndi búast við frá liði sem að pikkaði Anubis. Algjörlega. Svona slow burn í vasteikið. Taka það alveg bara mjög silent, þannig að Hyper eru ekki að búast við því. Þú veist, það er oft sem að lið taka vatni og það er alveg ógeðslega augljóst að því það kemur, þú veist, smúkustiga, 3 flöss úr D-box og BKN heyrir í öllum strau úr D-box og eitthvað svoleiðis. En þarna þá bara þeir eru einhvern veginn að labba út á góðu crossfire frá A-main og vatninu. Og Edison í miðjunni næra að halda þeim aftur. Ég meina ef þeir höfðu straujað miðjuna eftir killið á Edison þá er randið búið. Já. Óli hittir ekki að þeir ná einum. Annað svona ego-ránd hjá Hyper sem byrjar gífurlega vel. 2 koma hérna í elektrik. Þeir eru allir að nei, ok, það er einn að koma bak. Ok. Þurfum að væntanlega bíða eftir honum ágætlega lengi en grunar að eitt það er það Snowy er búinn að klíra allt. Þeir vita gott skot hjá Nonna. Ok, retakið, doable. Gott flass líka, en sukk nær honum. Dinkar hann, hinnir í meginn, þeir vita það, tíminn ekki mikill, nær ekki að tengja. Þetta er aðeins svo vítt. Svona óþarfa pík kannski á Snowy hérna, hefði getað spilað tíman betur, en hins vegar bjargar sukk rándinu. Já. Þú veist, það er ekki svona eðlilegast að einn bara féli sig og leifi sukk leipa bara hringinn. Ég er bara að hugsa entry, sko, ég meina þegar þú ert CT á B á móti spari, ég meina ég held að súlan beint til hægri fyrir utan e-box er ekki staður sem ég myndi vera á, eða vilja vera á til dæmis. Nei, algjörlega, og oft mollað líka bara. Ég held að tekkan kemur hana út og hún er
one shot kill í haus á meðan að M4-in sem að halda ekki one shot kill í haus í þessari stöðu sko. En KB, þeir þurfa að fara að finna eitthvað hérna því að þetta líka bara mikilvægt ránd fyrir það núna að því að bankinn brotnar hér þá bara mikil hætta að Hyper bara sigli sko með leikinn. Já, það líka að þeir sko, allan að hinga til virðist lausnin hafa verið hjá þeim að þeir eru að sitja á site, býja eftir execinu og eru þá bara með crossfireinn og reddi í allt það en þeir ættu líka að halda áfram að nota identityið sitt, að nota þessi play bara ekki gera þau í byrjunarrándinu. Nei, bara kannski aðeins seinna. Leyfa þess að sigla í 30 sekundur og síðan 40 sekundur eftir flassað úr B-lobby. Já. Og þetta bara mjög hægt ránd hérna frá Hyper. Þeir eru ekki búin að hreyfa sig hérna í ykkur 30 sekundur en ekki gera eitthvað. Já. En þetta algjörlega að virka fyrir Hyper. Þeir eru bara með uppskrift sem að skila sínu. Þeir spottaðar hérna Óli nær að tengja á 1. Smóka 1 út, gott flass. Gerir vel að það nonni, nær 2. Tekkan kominn, allt í einu, 2 móti 1 aftur. Allt á Rodríguez sem á deglunni hérna. Vel gert, Dr. Kiro. Það er alveg ótrúlega að horfa á þetta, hvernig þetta fellur allt í sundur á svo stuttum tíma. Algjörlega. Einhvern veginn leit þetta mjög vel út. Já, ég var bara, KPO eru bara solid. Já, og síðan allt þegar ég kíkir á skorbortið, það er bara, þau eru allir. Já, kemur svo 1 flass þarna og við erum að horfa á blindagæðan og meðan að Farugæðin er eitthvað að fæta epoxið. Hann deyr bara. Eftir að hann deyr, þá sormaðir bara restina og þetta er alveg svakalegt. Þú ert líka að horfa á Snowy, þetta komið 14-4. Já. Á bara 8 rándum. Þetta er... Ef pistolrándi kveikti ekki í honum, þá veit ég ekki hvað myndi kveikti í honum. Nei, algjörlega. Hann vissi bara að hann væri on point eftir það ránd og hélt því bara áfram. Þetta er orðið svolítið desperate. Já, KPO þannig. Þetta er líka... Ég held að þetta getur líka verið bara svolítið högg fyrir liðið að mappickið að byrja svona illa, sko. Já. Flasskimur, nei, smókur sér hver. Það er eitthvað verið að tala um að tölfræðin sé búin að breytast á þessu mappi og þetta sé orðið meira 50-50 city-sided sko. Já. En ég hef ekki séð það persónulega sko. Ég veit ekki hvort að... En það hefur líka lítið sér gluggan nota. Nei, akkurat, því þetta er líka eins og að Anubis að spila áður en það fór úr mappólinu. Þá voru setjarnir ofta að gefa miðjuna. Þannig að setjarnir voru að gefa glugginn opna bara fyrir heyrðu. Rodríguez! Næstu mjög stóra þarna. Eins og ég segi, þeir opna fyrir gluggan ofan í vatnið en þetta eru 2 possur sem að setjarnir voru eiginlega ekkert að fæta til þess að byrja með. Nei. Og hafa greinilega ekkert, allan á Íslandi hafa þannig séð ekkert vilja að nota þetta meira. Kannski í próseninu verður þetta aðeins meira að nota en... Jæja, það hlýtur að koma aðlögun hérna hjá KPO, það er spurning hvað þeir gera. Þeir eru byrja 2 í áttina að, það er spurning hvort það komið þá flass út A-lobby fyrir þá. Já, þeir er alltaf að labba út A-lobby. Taka fætinn. Búnir að smóka stiga, þeir þurfa bara að pæla í teppinu, það er eins og þar sem er að halda. Þetta er sem, núna kemur þetta sama ránd og hefnaðist áðan hjá KPO. Slowwalki í vatnið. Já. Líka komnir með allt infóðið núna, vita meira hvað er í gangi. Já, núna þurfa þeir bara að ná að klára rándið. En kallið hefur komið á Hyper, bomban er að fara í áttina B. Hefur líka verið að virka mjög vel fyrir þá. Nonni að Sigla hann mun vera of seinn að spotta á. Þeir eru mættir út. Það er 2 solo. 1 eftir Snowy. Geggjað húlt. Já, hann hefur gert þetta áður. Fáum smá déjà vu hérna nema úr elektriki þetta skipti. KPO að bíða. Já, spottar 1, 2. Núna veitum við allar. Hann ætla bara að halda tekjunni. Já, þetta er erfið staða til að vinna með því miður. Kláruðu þetta vel? Já, algjörlega.
sem það erfiðast parturinn á rándinu, að klára það sko. Þú getur byrjað það svo auðlega á svo marga hætti, en að klára rándið erfiðasti parturinn. Já, algjörlega. Staðan hins vegar núna 7-3 fyrir Hyper. Góð byrjun, nokkuð veginn búin að ná öllum rándunum sem þeir þurfa þannig séð. Já. Fyrir þennan helming, en allurinn aukalega bara góða fréttir fyrir Hyper. Þannig að slæma fréttir fyrir KPO því að Hyper á tekkum. Ó, já, akkurat. Ekki vel hjá þeim. Nei, akkurat. Það búin að vera Akkilesarhællin hjá Lína hjá Rodríguez. Og þetta sem allt jútil búið. Já, þetta er klína. Algjörlega. Þetta sem nær 3 þarna og Snowy aftur, einn eftir. Já. Er vel hérna og KPO þarf eiginlega að fá þetta ránd líka. Allan að stutt í jafntefli ef það vinna þetta og pistol. Já, algjörlega. Þá er þetta alveg doable. Þetta svo sem doable líka either way. Já, þetta er doable fyrir bæði liðin. Bæði liðin geta unnið. Þetta eins og þegar maður í Faceit og eitthvað kallar passið ykkur B, passið ykkur A. Já. Það er það sem ég gerir alltaf. Já, takk fyrir þessar upplýsingar. Heyrðu, tempo. Ó, þessi ránd eru... Nonni þarf hana. Já, Trúli næri hérna einum. 5. Hyper í rauninu. Gera vel að mixa þetta upp. Geggjuð tempóbreyting. Já, það var enginn að búast við nei, þetta hjá KPO sko. Það er nefnilega máli. Þeir eru gripnir með buxurnar á hælunum og þeir eru bara, Hyper er að fara að spila hægt. Tempóbreyting á besta tíma og ná 8. rándinu ánægði með þetta. Þarna erum við að sjá alvöru reynslu call. Hver er að kolla hjá þeim núna þegar Ninja Tokka var út? Var það ekki Snowy? En það máli? Ég held að það væri Kiro, en við minnir, og núna er ég að draga úr bara hólum heilamins, en við minnir ég hafi átt samtal við eitthvað sem ég held að væri Kiro og síðan var það Snowy, en kannski bara setja í chatið ef þið vitið hver er callerinn í liðinu núna. Ég held að vita það enginn, nema þessi 5 menn sem við erum að serva núna sko. Nei, þetta er svo vont. Kíkar bílópið, nær pikkinu, fær infóðið, rótið vantar að koma rættið. Kiro með annað gott pikk hérna. Færi sig yfir, smokaður út í Ferro, 3-4. Einn fyrir vatninu, spottaður. Gott skot, þeir eru að hitta maður. Býður núna bara eftir að rótið kemur inn, koma hana saman 2. Hvað? Já, frábært ránd hjá Hyper. Hittu bara skotarum, gott pikk hérna í bílópíunu nær fyrsta og það er bara one-tappaður, hægri vinstri hérna. Var víta og öfugt eða? Það er spurning. Líka, þú veist, ef þú ert að horfa á utilið hjá Hyper, þeir eru mjög comfortable. Við sáum 1 feilmóla og fyrir utan það erum við að sjá smókana. Þeir eru með set-smókana, þeir eru með flössin, þeir eru með bólan allstaðar. KPO eru flassæðir, þeir eru entry að sæt og allt sko. Algjörlega. Þannig að Hyper eru að koma hérna, að ég er alltaf að sjá nýja hlið af Hyper. Þeir hafa komið töluvert betur undirbúnir í deildina núna í ár heldur en senast. Ég reyni alltaf að segja það í öllum liðum sem ég spila er að þolinmæðin virkar best og að spila svona CS er bara... Þú veist, það kemur þér í svona stöður. Já, það er bara svo leiðilegt. Það er nefnilega vandamálið, já, hann er undan flassinu og... Gott törn frá flassinu líka, þetta gerist eða bara leið og Snowy með 3 þarna. Hann er pluggaður inn í The Matrix núna, það er bara staðan með 29 leiðir hérna hennar leik. Það er svo vont ef að starplayerinn í hinliðinu 1v4 þig í fyrsta rándunni í pistol. Já. Það mun vera
Ég líka, þú veist, mér hefur oft fundist KPI að vera svona lið sem þarf eiginlega að byrja vel. Já, ég samla því. Og það hefur eiginlega bara versnað þegar þeir fá Óla Ofvirk. Skilur við vitum eru að Óli þarf að byrja vel. Þeir eru svona tempospilarar. Nei, þú sér alltaf Óla ekki oft koma akkurat út úr 5-11 skorinn og snúað upp í ykkur 20 kill, sko. Nei, akkurat. Hann bara ekki þannig leikmaður, hann verður að byrja vel, sko. Það eru svo sem, já, það ekki margir leikmenn sem að geta það, sko. Nei. Og glugginn, þeir eru að nota gluggan. Gott að reyna hann í viðbót. Það kemst bara upp með þetta. Flassi kemur út. Það er þessi skemmtilega en allir búist við honum hana. Eins og ákvað bara að beila á hann. Nei, já, það er ótrúlegt þegar hann myndi ná ykkur á hana. Já. Núna er áhugavert að sjá hvernig KPI endar rándi. Eins og ég segi, það er ógeðslega erfitt að enda rándi í CS. Þetta er að fara að vera ógirviljan eins og MB9 vita líklegast að þetta sé að fara að vera splitt á A-ið út úr þessu. Er alltaf hins vegar að fara hérna tekinn sukk, keyra á B-ið. Það gerir vel að Nonni heldur bara að heyra hann hlaupa en snúar við það. Óli tekur á móti. Hvort hann búist við honum hérna close. Jú, mér sýnist það. Klírar engulið. Mikilvægt skill. Já, algjörlega. Reynsluboltinn, Dr. Kiro. Með full util. Já, með allt sem þarf. Sem svo erfitt að ríteka þetta eitt, þú ert að klíra svo mörg angle. Já, hann er 1 molli í far og... Já, 1 molli í far og hann getur bara deffað þetta. En hann veit að plantið er hinum einn, þannig að... Líka ekki plant fyrir CT, eftir sem mun þurfa að pusha CT. Já, hann gert, Nonni, lokar þessu, átti gott round. Ég ætlaði að segja, þegar það er flasta solo inn í A-lobby, sko, þá er ég bara, já, ok, þeir eru ekki að fara að enda það round vel. Því að ég meina, þeir eru flasta solo inn í A-lobby, midgaurarnir eru ekki ready að fara A, og ef þeir eru að fara A, þá eru þeir að hlaupa í gegnum sinn eigin smoke. Já. Þannig að þetta var næstu því farið að vera textbook dæmi hvernig það átti ekki að enda roundið, en þeir náðu að bjarga þessu fyrir horn. En núna, ég meina, núna eru þau komin með eitthvað að byggja húnna. Hyper mun líka örugglega reyna að klára þennan leik, þannig að mikið að kaupum og það er hættulegt push í vatni, þeir eru... Já, en mér syns eins og alltaf selja þetta fyrir það. Já. Hann kíkir ekki nógu langt. Klírar ekki. Nei! Kiro! Ekki annan. Nó, guð. Nonni einn eftir. Ríkir steir samt á meðan. Þetta hefði verið golden hefði náð píkinan og skotið hann í baki þá hefði Kiro geta bara reynsað, sko. En... Síðast tímasendinga leikur segja þér. Já. Það er erfitt að vera í þessu sæti og horfa á þetta og vera með ekstra Nonni er bara þolinmóður hérna. Bíður bara. Geta verið hvar sem er. Þetta er ógeðslega erfitt klauslis að vinna sem Nonni. Já. Því að vinninni dóu lengst út í burtu fyrir löngu og þú ert á tersmanni. Já. Þú ert eiginlega ekki með neitt info. Þeir sáu hvaðan þetta. Já, þeir sáu þeir ekki smókin. En það er enginn að horfa uppi. Jú, núna. Já, gerir vel. Gerir vel, Hyper, 11. Horfa þér á smókin núna í skyboxinu. Það er ekki gaman að vera fake smóka. Og þeir eru með þér þarna. Já, það er óheppilegt. Ég veit ekki hvað þeir gera nú. Nei, KPI tekur hérna tactical og... Það er ótrúlega að þessi fyrsta tactical hjá þeim, sko. Já. Skal alveg vikna það. Segi ég í liði sem að tekur aldrei tactical. Já, þetta er rosa. Er að kasta... bara gerir þetta ekki. Kasta úr glerhúsi hérna, sko. Hvort þið bara gleymið í eða, ég veit það ekki. Já, þetta er svo fast pace leikur. Það er bara áður maður veit af er Hyper komið í 11, sko. Já. Þetta er fyrsta taktikal sem við erum að sjá hérna hinga til. Við rauninni KPI átti erindi til að taka þið miklu fyrr. Já, bara ég hef örugglega tekið bara taktikal strax eftir vonum í fórið, sko. Strákar, róum okkur.
Allir anti-póka núna. Þetta round að fara að gefa þeim 2 round, við ætlum ekki að láta þetta gefa þeim fleiri round. Nei, akkurat. Það væri svona fókusin á því timeouti, sko, því að eitt svona 1v4, þetta kaskeitar niður í næstu 7 round, sko. Já, en Insó verðist alltaf að taka móti hérna bara öllum 5. Old school, A-Rush hérna. Það er vel langt í hjálpina líka, en hann er með smoke uppi. Ok, já. Þeir eru búin að pusha B hins vegar, þannig að það er áhugavert að það er ekki búið að koma. Engin Greno og þeir eiga 1 flash. Já, hann gerir vel þarna, Nei, ok, ofvirkur með flash líka. Kemur jútilíðina yfir, hann komur til að hjálpa Insó. Og hann verður ekki Hero, góð Grena sýnist mér, en alveg stauraðir. Já, nær alltaf 2, gerir vel. Maður kom í heavenina í baki á Suck. Nei, nevermind. Jú, hann er komin solo. Já, gott round frá KBO því hérna. Nú er þetta bara snúið með varpan, verður að halda þessu. Bara back to the basics. Nei. Þetta er... Þannig að maður sér að þolinmæðin er smá farinn hjá Óla. Ekki fleiri. Þeir eiga ekki efnaði, sko. Nei, sýnist hann alltaf á sig upp hérna líka. Nei, fyrir ekki solo, segi. 11-6. Þeir eru ekkert að gera þetta auðvelt fyrir sig að Nei. koma tilbaka úr þessu, sko, en þetta geggjar runtime og eins og ég segi, bara back to the basics. Já, peningur hins vegar er ekki góður hjá Hyper núna, þannig að ef KBO spila þetta round vel, þá náðu þeir að byggja upp eitthvað pínubanka allavega. Skiptir það einhverju máli ef að 24 kill gæinin er með vappaða? Nei, það er reyndar alveg góð punktur, sko. Næsti fyrir neðan hann er með 14, sko. Já, akkurat. Hvar er hann? Hann er á miðju, ok. Á ágætis info þarna, það er ekkert mjög... Snowy er að nota gluggan vel, hittir hins vegar ekki skotinu, en var með ágætis línu þarna. Þeir eru svo lengi aðeins og ég held að vapnum eru komin á B áður en þeir eru komin inn, sko. Já, mér sýnist það. Miðað við allt. Já, já. KBO hafa líka ekkert verið að nota smóka eða neitt, sko. Óli nær einum, komnir hérna í elektrik. Hvað nú? Ó, náður í bækið, það er alveg spurning. Róteita einum yfir og þeir eru að kaupa þetta. Já, við gera vel hérna KBO. Feika yfir, senda 1 til að selja og væntanlega mun Drjóli róteita líka þegar það er þetta info. Nei, herru, hann fer bara í pikkið, nær einum. 2-2 núna, Kiro. Hann er mögulega tímasetningu. Gerir vel, Edison. Og fær hinn í bakið. Býst aldrei við í bakið hérna. Ok, nema ef hann soundar. Já, ég var ekkert að hugsa að býst aldrei við hann bakið, svo heyri ég bara eitthvað klomp. Steppa ekkert eðlilega mikið. Hyper, match point, 12-6. 27-11 og Snowy er aldeilis að stíga upp hérna. Það eru overpass næst. Það er nefnilega verður áhugaverður leikur að sjá. Ég held samt að KBO sé ekki lið sem lætur labba yfir þessi 2-0, sko. Nei, það er allavega að það væri... Já, jú, þeir myndu nú tapa 2-0 en þeir myndu allavega ekki gera það svona illa, eða þú veist svona hart. Já, nei, en ef við sjáum Hyper taka KBO 2-0 núna, þá eru þeir að stimpla sig inn bara sem mjög öflugt í deildinni. Já, þú veist, þetta er risastór rimma þeirra á milli, því þeir eru... Vinnurinn af þessu er með innbyrðisviðuregn í bottsætisbaráttunni. Ég meina, IA er sigurlausir á botninum. Já. Þar á eftir eru Hyper og KBO með 1 sigur hver. Og hvað, það eru 3 leikir eftir? Já. Eftir þessa viku. Bara flest liðin hafa ekkert efni á að tapa öðrum leik. Já, en KBO þarf að vinna 2 fleiri en Hyper til að komast fyrir ofá. Þannig að þessi rimma er... Þú veist, ef að Hyper vinnur þetta gæti verið munurinn á því að spila upp spila fallleik eða fara í úrslitakeppnina. Algjörlega.
Við erum að tala hvað, fyrst topp 2 liðin fara beint í semis væntanlega og hinn 4-6, já. Já, hinn 4 væntanlega fara í þá 7. fyrir umspil og 8 beint niður. Já, akkurat. Þessi staðin núna að verðist í að akkurat vera á þeim vagni. Þeir eru ekki ennþá búin að ná og ég held að þeir eigi erfiðu leikina eftir. Sko. Það er nefnilega málið, sko. Ég veit þeir eiga Vega eftir, þeir eiga Dusty eftir. Ef ég man rétt. Þannig að þetta er töpuðu náttúrulega móti Sús sem var svona liðið sem þeir þurft að vinna. Já. Og töpuðu móti KPO líka. Það er ekki að tengja. Snói er on point í þessum leik. Þetta er geggjaður leikur í Snói. Hann er að 30 bomba næstu eins og þetta sé MR15 sko. Já. Og sen er líka bara ekkert grína 30 bomba liðið eins og KPO sko. Nei, Anubis líka. Já. En þá er þetta bara solo, 1 eftir, sýnist þetta bara verið komið í hús hérna fyrir Hyper, 13-6. Já, þetta nokkuð sannfærandi. Bara furðulega sannfærandi. Já, bara einhvern veginn tilfinningin var að KPO náði aldrei inn í leikinn. Kom bara pínu svona moment af von þegar staðan voru 5-7, nei 8-4 segi ég. Já, þetta er unnið hana 2 ránd undir lokin. Já, þá var maður svona ok, þetta getur farið 7-5 og síðan kemur náttúrulega bara pistaróndi og það er bara já, pistaróndi var bara flatt. Já, þannig að, já, algjörlega, þetta bara Snowy show í raun, hann var geggjaður í þessu leik. Unreal sko. Og ég væri til í að sjá hann leik ef að Snowy 1v4 gerðist ekki. Sjá hvort það hefði verið eitthvað meira close eða hvort það hefði bara verið svona rúst líka. Herru, þetta hefði örugglega verið 13-7 fyrir Hyper þá. Nei, það átti 1 ránd inni. Nei, ég er alveg samanlega að lenda í bara, hey, ok boys, við erum að fara að spila, allir að gera hérna fyrst pump okkur. Búnar að hlusta á uppbytun og tónlistina. Já, og sér ferðið inn á server og færa þess að blöytu fusku í andlitu. Þetta er alveg wake up call að lenda í svona rándi og ég get alveg ímynda mér að mórallin er ekki góður. En aftur á móti, KPO getur svo sem ekki bara sendilega yfir því að þeir spiluðu það rétt. Þeir voru ekkert að píka, þeir voru byggði eftir að hann píkar fyrstu línuna og það munaði kannski bara svona sekundubrotum á hvort að hinn að píka á réttum tíma eða ekki, en þeir voru að spila þetta crossfire, en Snowy bara nær fyrsta pikkinu hratt og þá hoppar hinn inn á sem með 9 í líf og tekið líka og þá eiginlega er þetta svona, þetta er ekki þannig séð sem að KPO getur endilega barið sig yfir, þetta var bara virkilega vel spilað hjá Snowy. Já, geggi skot líka. Já, það voru bara, já, og fyrir utan það, þú veist, þið voru með mannin pluggaðinn inn í The Matrix, hvað það er að gera, þú veist bara með Neo the Chosen One. Við erum ekkert eitthvað að taka því, að þeir lentu bara í erfiðum leik, hérna KPO og þurfa núna að fara í map pick næst hjá Hyper, sem var overpass. Fá allan að byrja CT overpass. Algjörlega. Við ætlum alltaf að taka stuttu pásu og sjáum ykkur þá bara eftir rétt rúmar, hvað það sé, 5 mínútur. Já, það ekki. Fyrir overpass. Það er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getum við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetinu sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu
með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu, þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi svo ættir að draga hann ekki. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s or 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Jæja, velkomin aftur. Við erum búin núna að horfa á fyrsta leik KBJ Hyper. Hyper tekur þetta 1-0 og þannig að fyrir ykkur sem mistu kannski af þeim leik var nokkuð samfærandi 13-6 sigur. Já, þetta var eiginlega bara að þið mistuð af þeim leik, þá mistuð ekki af miklu. Nei, í rauninni ekki. KBJ átti lítið erindi, átti erfitt með að klóra sig einhvern veginn inn í þennan leik, byrja náttúrulega frekar illa. Já. Og síðan Hyper alltaf leið og það kemur eitthvað pínum momentum fyrir KBJ og þá bara lokaði það strax. Já, og hleypaði mér rauninni aldrei inn í leikinn aftur. Spila svo hægt að hröðu play-in hjá KBJ sem þeir eru vanlega að taka, flush play-in og allt þetta, það bara virkar ekki. Erum við að tala að Hyper bara kryptonætið hjá liðið eins og KBJ? Já, ákveðnu leyti. Þetta eru þetta andstæður sko, ég meina super aggro lið á móti super hægu lið, ég myndi alltaf setja á hæga liðið sko. Já, algjörlega og fyrir utan það, þetta er náttúrulega þessi Zoomer kynslu. Þeir eru með athygli á 15 sekundur sem þeir eru byrjar að hlaupa. Þannig að já, það er alveg fair enough að segja að hæga liðið er yfirleitt með advantage ef við erum að tala sama skill level allavega. Já, og talandi map sem að henta hægum liðum. Já. Næsta map, Overpass. Þetta er næstu 2. Er í rauninni svona núki líka bara rosalega fínt fyrir liðin svo Hyper. Já. Þannig að núna er bara spurning hvað KBJ ætlar að gera til að bregðast við þessum leikstíl hjá Hyper. Já, og eins og ég sagði fyrir hlið, ég meina KBJ, þetta er hyperpick, þannig að KBJ velja sites. Já. Þannig að þeir hafa allan að það upp í erminni er að þeir geta valið CT og ef þeir byrja CT þá, ég held að Overpass sé ennþá alveg vel CT favored sko. Já, það held ég líka. Þannig að þeir geta alveg hent sér á blúsandi siglingu og lokað á KBJ, já, og lokað á Hyper segi eins og Hyper lokað á þá. Algjörlega, þetta og núna er þetta líka bara svona veist að Hyper sé ekki farnir af bensíngjöfinni. Get ekki bara verið sattir eftir fyrsta leikinn, haldi áfram bara sama tempói, fá snúi aftur á 30 kill og bara loka þessu. Já, stóla á það að snúi sé að fara 30 bomb annan leik. Já, algjörlega, það er virkar kannski ekki. Nei, og þú veist, tilfinningin er svo að snúi sé svona eini leikmaður sem hendir í svona leiki. Þetta er rosa consistent leikmenn eiginlega allir, þeir eru allir alltaf að skila sínu. Snóið svona eini leikmaður sem píkar relatively hátt, þú veist, og er líka, en það er bara varpalhlutverki yfirleitt leikmennir sem ná þessum fröggum svona almennilega. Það er líka, ég er búinn að vera að bíða eftir að sjá sko, ég man bara þegar Drjóli var fyrst að koma, þú veist, hann átti svakalega innkoma á stórmeistramóti. Þannig að hann er líka eitthvað gæi sem að gæti alveg tekið að sér eitthvað leik sko. En hann hefur kannski ekkit... Ég var alltaf ekki orðið var við það eins og en aftur á móti hef ég ekkit verið að fylgjast þannig sé með öllum individual leikjum þannig sé sko. Ég reyna að hugsa til bak og hvort þetta hafi kannski verið CSGO og kannski er aðeins öðruvísi í CS2 annar leikur sko. Það var annar leikur Já, kannski en það er líka með KBJ sko er að Edison á Overpass, ég menn hann hefur alveg verið mjög góður í Overpass, þú veist, við höfum oft þegar ég var með liði þá sendum við hann bara á A og hann drap skilur og núna er það með, ég býst við að Óli Óvirkur sé með honum á A ég veit ekki hvort að hann sé A ég myndi að halda það er ekki oft sem þú lætur vappan vera inn á B-inu Já, nei, ég meina Edison já En Óli Óvirkur á A með vappan, hann er líka, þú veist, hann er svona góður support-gæi, hann er endalaust enemies flashed Þannig að ég held að A-sæti hjá KBJ verði mjög sterkt sko. Þannig að ég er að reyna að byggja upp svona vonir fyrir KBJ sko. Ég myndi segja að KBJ væri mun betri í Anubis heldur en þeir eru í Overpass. Þannig að þeir þurfa eitthvað svona individual dæmi eins og Edison að fá eitthvað flush play á A-inu eða að taka shortið og spila mikið í kringu tengi, vera svona smá disruptive, leyfa ekki Hyper að taka í sig late round löpp og að læna upp í execute frá shortinu eða frá fjarkanum. Þú veist, ef þú stoppar það á Overpass, það er engin tími eftir fyrir Hyper. Við líka, þú veist, betra vappamapp Overpass, töluvert. Við sáum Óla... Þú veist ekki að stara jafn mikið á smóka allt ránd. Já, akkurat. Við sáum Óla náttúrulega núna á... þú veist, í seinasta leik var ekki sjáanlegur
Þannig að hann var bara með lítið impact og lítið að frétta fyrir hann fyrir utan flössin sem hann að henda, skilur, utan að supporta Edison á miðinu og eitthvað þannig. En aftur á móti, mappin svo Overpass, það miklu meira frelsi fyrir hann til að taka aggressífari línur. Anubis aggressív lína ekki þeng. Það bara, þú ert bara að halda angle. Það leið þú ert búin að kommitta inn í eitthvað aggressífa línu, í rauninni eina línan sem hægt að taka aggressívli elektriklínan. Annars ertu að overcommitta rosalega mikið inn í þessu pík, en í Overpass þá getur þú hoppað þarna upp á balloon, svo getur farið í endalaust. Þannig að við munum örugglega að sjá Óla stíga líklegast aðeins upp hérna fyrir liðið sitt. En hvort að það mun gera munin spurningin. Þetta í pistol crazy. Já. Og það enginn inn á bíinu. Þetta hlýtur að hafa verið eitthvað Rodríguez kalla því að þeir voru ekki með neitt pistol, sko. Það bara hlýtur að vera, sko. Ég get alveg ímynda mér að það skriði þetta á TikTok eða eitthvað. En þeir eru hins vegar... Ef þeir fara að bíða hérna og vinna rándi út frá því, það verður svo vont sem KPJ. En ég meina að það aldrei inn í þessu pistóli, sko. En það virðist alltaf bara að vera málið. Það bara þannig. Mér sýnist að vera einn í ABC eða ekki. Ég meina, hversu lengi ætlaði að halda þessu? Ég held að þú væri búin að fá kontakt by now. Ég meina, þeir voru að klíra 5-una. Núna Nonni eitthvað að kíkja. Þeir hljóta að fara... Já, þeir eru núna aðeins og seinir. Bíðið bara að fara að falla hérna frítt. Já, allir að koma tengi líka. Og þetta líka bara Rodríguez inn á, koma allir tengi í bak. Ok, ná pikkinu. Þetta Rate post down. Aftur á móti komnir með ABC líka, þannig að komið leiðilegu crossfire hérna. Þeir fara A. Fara aðeins. Bara gera þetta vel. Drjóla á smók. Nei. Hann hægir á þeim vel þarna. Verða að fara að ringi inn allavega. Þeir eiga kit. Rodríguez stóð með kit. Þeir hljóta nú að ná í hann. Fara allir ringin. Og virkur með hann. Þetta var áhugavert ránd. Engin smók. Nei. Smá óþægilegt samt að Hyper að búast alltaf við einhverjum í baki samt. Já. Veit hins vegar að báða núna. Nei, næstu því fyrir Insó, en Edison hins vegar að loka þarna með 4 kill í þessu rándi. Þetta var áhugavert ránd. Ég var stressaður. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég var mjög stressaður. Já. Gerðu mikið með að ná... Geggjuð byrjun. Já. Let's go, KPJ. Núna erum við að tala að KPJ allavega með byrja betur en áðan. Já, ég meina, ég held að það væri mjög erfitt að byrja verr. Það alveg góð punktur, sko. Fín. Solo að... Já, ok, þetta hlýtur að vera eitthvað... Nei, ég veit ekki. Kom upp tengi, þeir eru samt KPJ með 3 menn á A. Þannig að þeir double hlem. Þetta áhugavert setup. Já. Það eins og ætlað að pusha 5 en hættu við. Og núna Solo að pusha 5-1 að fara að lenda í drjóla með galla. Já, nær pikkinu hérna. Þetta var gefins. En Óli hérna bara í þetta pikk. Það fær mann í baki, sýnist mér bara strax. Já, þetta... Ef að Solo vildi áminningu yfir hvaða liði hann að keppa múti, þá var þetta mjög góð áminning. Já, akkurat. Núna, já. Í rauninni, the winning play á móti Hyper að fara að fá sér kaffibotla alltaf fyrstu 30 sekúndur. Og bara aðeins að chilla. Bara ef þið viljið renna niður klukkuna, þá bara býðu við og blokkum þið svo þú kemst ekki inn. Snúi hins vegar mögulega að fara að fá mann í bakið hérna. Nei, hinn er komin í cover. Nei, sant. En Kiro... Hann búið sér manni fram hjá sér. Nei, Kiro hins vegar nærinn fyrir að búa drjóli. Nær báðum. Ólætt það bara. Hvað séu þau? Laut tuska í andliti? Já, þetta ekki það sem KPJ Ég veit ekki hvort að kannski var pásan of löng. Þeir eru búin að gleyma
liðinu sem, ég veit það ekki. Við höfum sér þetta að gera staður. Liðið einhvern veginn virðast ekki átta sig á nákvæmlega hverju þeir eru að mæta. Þeir byrja 2 í hlem, eru þar í svona 10-15 sekundur og svo fyrir Solo einn að pusha 5-una. Já. Og hann ekki ennþá búin að fá staðfest hvort þetta sé ígóð eða ekki. Það ekkert í gangi. Þannig að hann mögulega eftir bara að fýta M4, skilurðu. Mjög áhugavert ránd sem að ég get ekki... Akrinan feilar en lendir bara undir en kýlir skot hjá Edison. Það hins vegar... Aldrei við þessu. Þetta næja vopnið þarna allavega í smá. Solo hins vegar komin með M4 núna 4-4. Ágætis greina sínist mér. Solo smá í vondri stöð núna. Leikmaður í baki líka. Reloadar. Tekinn. Hann var Snowy. Og já, ofurkur rétt svo missir á honum. Vist ekki Kiro svona nálagt. Báðir mitt að 2 þarna á pínu. Rodríguez. Þeir þurfa að ákveða sig núna hvað þeir alltaf að gera. Búist kannski ekki við Óla svona hrætt í bakið. Hann heitir ekki. Rodríguez að fara að vera stóri hérna. Já, náðu sig aftur tilbaka. Klóraði þetta tilbaka. We're back. Já. We're so back. Ok. 1 gefins round, núna læsum við. Þú hætti það? Það hlýtur að vera. Nú að gleyma hvað Hyper eru góður á tekkanum. Það heimavöllurinn. Já. Þetta samt áhugavert. Enga tekkur, það voru bara glokkurnar. Áhugavert. Áhugavert. Full glocks. No way að KV á tapið þessu rándi. Nei, það held ég að sé bara ekki hægt. Eins og með 2 flöss fyrir þá upp tengi. Þú veist, eina sem að gæti verið í hættu hérna ef að KV spila of framlega, of lengi. En sér samt Rodríguez pusha hann út. Silent pushar hérna og... Mistir af honum en... Núna eru flössin búinn, þannig að... Hann ekki að gripin með nýmið bara uppi en finnst það ekki refsað fyrir það. Já, gera vel hérna. Stólaðan honni, koma Óla til varnar hérna. Ok. Þetta var tæft. Ok. Tekkurnar hefði nýst vel í þessu. Já, það var ekkert confident við þetta ránd. Nei. En 3-1, við erum að tala um að KB og núna innstimpla sig nokkuð vel hérna í byrjun. Byggist upp, hægt og rólega. Núna verður gaman að sjá hvað Hyper gera því seinast ég horfði mikið á Hyper sem var fyrir löngu. Og spilaði mikið með G. Það verður áhugavert að sjá hvort það sé enda raunin. Með þetta ránd, þá nei. Já, bara einn lurker. Solo. Það er aftur að Kiro er... Ekki flöss líka, double flössuði sko. Þótt að við náðu ekki Edison, þá var það nógu mikið til þess að bugga hann. Og þeir eru alltaf að sjöfla leikmönnum sem pussa 5. Solo 1 rándi, Óli síðan og núna Edison. Já, þetta er... Ég veit ekki hvaða rít þetta er sem þeir halda séu með þessi 5-push sko. Já. Þannig að þetta gerist núna í annað skiptið, það hlýtur að vera eitthvað rít sko, eða þú veist. Spotta 2 þarna. Solo er bara í vesinni sko, samt að sleppa. Rodríguez tekinn í shortinu, þetta er... Núna eru þeir allir í vesinni. Já, hægt og rólega að falla hérna hjá KB og við sýnum þeir líka... Já, gott pikk hjá rólega hérna nær núna. Og B-ið alveg fallið. Ó! Gott kick hérna, kom eittara niður eða, nei. Er hann með kitt en hann með eitthvað voðalega miklar áhyggjur á flankinu sínu. Já. Lítið í líf líka, spurði hvort hann vil ekki bara halda þessum AK. Já. Þannig að þetta kitt gefur honum
ekki endalausan tíma. Nei, og líka tíminn er orðinn bara það lár. Þeir gert tekur hann í gegn kassan þarna. Flott ránd hjá Hyper, ná pikkunum, gera bara það sem á að gera. Regrúpa allir 5, spila trade, taka sætið. Mjög vel gert, sko. Já, bara flottu síðast. Kannski voru þeir að spjalla, þú veist, á milli leikja og segja, þú veist, ok, við þurfum að ekki sitja bara og bíða eftir þeim og deyja og þess vegna þeir að forsa þessi 5-play. En það eru bara, ég myndi segja að það væri svo margir aðrir betri staðir á mappinu til þess að gera svona play frekar en að vera alltaf að reyna hana í 5-una sem að þú veist að þeir eru 3 til að halda í playground. Aftur í 5-una. Það er með vappa núna, ég meina hann er samt að fara að éta flössin ef hann Já, hann er samt að fara að ná þessi killi held ég. Nei. Næri ekki að tengja. Það er maður í bak. Hann er komin fram hjá Solo. Ó nei. Æ. Óli! Ok. Þetta var bara reflex sko til Óla. Þetta. Hann allan að ég get ekki trúið að hann hafi verið að búast við honum. Sko. Nei, alls ekki. Alls ekki. Og líka bara ef Kiro hefði náð þessi killi það hefði tryggt Óla sko. Já, það hefði verið búið. Já. Hann þurfti að ná þessi killi. Ég meina, Hyper enda núna fyrsta skipti á P. Að græða sig til þess að splitta hérna. Sér sér kannski smá press á A eða þeir fara. Mér sýnist hann vera að kíkja upp tengið hann Snowy. Já. En það er augljóst að þeir enda B hérna. Það er líka furðulega ekki komin, jú, Óli er komin núna. Okkur hérna. Núna þurfa að hitta skotum. Þetta verður helviti erfitt teikja þeim. Já, nei, þú bara vannmetur okkar menn í Hype. Bara strauja sæti, taka alveg frítt hérna. Tjöl, komast þeir langt út. Já. Þess að vera að spotta þeir. Og líka bara þeir löpuðu 3 í 3 mismunandi angles og unnu alla 3 fætana. Þetta var aðeins og gefins fyrir Hyper. Peningurinn líka ekki góður hjá KB og við erum líklegast að fara að sjá KB og enda undir í fyrst skipti núna í þessum leik. Solo ekki ná að tengja maður komin í baki, þetta er erfitt. Úff. Herðu, það er komin niðurstaða hérna í fyrsta mappi Sus og Dusty. Þannig að þið viljið ekki spoiler þá hérna loki ég eyrunum, en Sus voru að vinna 13-11 í fyrsta mappi á móti Dusty. Þú ert að djóka? Ég er ekki að djóka. Dusty fold incoming eða? Það er bara nuclear option hjá þér bara beint ragleiðis. En veitu, hvaða mappick var þetta? Ancient Sus pick. Þannig að þetta stýrur stillinni. Ófast næst. Það er alvöru grensa í senunni ef að þeir tapa á móti Sus sko. Það var við, yfir í okkar overpassleik. Spar hjá KBJ. Ég meina, aftur ofirkur, einn í tengi, ekkert að gerast. Ég var ekki bara að hugsa eitt, ætla þetta tengist breytingunum í CS núna nýlega. Hva? Engine breytingunum. Engine breytingunum? Já, er þetta með Dusty hvort þeir eru eitthvað aðeins svona... Þeir eru alltaf... Þú hefur ekkert prófað, fannst það ekki munin eða? Nei. Ég fann rosalega mikið mun, ég held ég væri veikur þegar ég kom heim frá útlendum og ég tók fyrsta leikinn í CS. Ég bara eitthvað, það er eitthvað mikið breytt. Nei, ég voru lítið í svona, það hefur aldrei baggað mig, þú veist. Nei. Þú veist, maður er með hellinga CS-spilurum sem eru alltaf með, þú veist, FPS-ið uppi og eitthvað og þú veist, fylgjast með því, ég droppaði undir 200 FPS og pæla ógeðslega mikið í svona hlutum. Ég hef ekki breytt config í, þú veist, 8 ára eða eitthvað, skilur, ég pæla ekkert í þessu. Nei, eins og það verður vortpikkar hérna, eftir sem sjöfnpikkar. Hann er bara gottlast hérna, en þeir taka hins vegar æð. Einn AK fallinn fyrir allt informationi, spurning hvort að það borgaði sig.
Rodríguez kemur hann upp, það Kiro beint í andlitið. Þeir eru bara í vesenni, sko. Já. Menni, ég veit að þetta var íkvæmt, en það að Óli ofvirkur fær einn í tengi bara eitthvað situr þar. Þú veist, það ekkert support. Þeir einu sem ekki reddi að fara út shortið með honum eða neitt, skilur. Þú veist, það ekkert stundi síðan. Þetta alveg eins og að hefur verið hjá þeim með solo push og eitthvað. Já. Ég meina... Smá face it vibe. Já, þetta smá svona, ég ætla bara að gera það sem ég ætla að gera. Já, þetta vantar, við erum svolítið að sjá bara Hyper koma hérna inn með liðshild og structure. Já. Hvernig þeir eru að mæta inn í leikinn, á meðan KBO eru held ég rosalega mikið að reiða á individual performance til að keyra þennan sigur inn. Þannig að svo virðist vera. Já. En ég meina... En kannski eru meira hugsanir bak við það sem að, en þetta einhvern veginn á þú veist, á mynd þetta að líta frekar illa út fyrir KBO. Bara furðulegt að því að þetta alveg lið, þú veist, ég veit að þetta lið sem að reynir að æfa, skilur. Þú veist, þeir eru til dæmis, að því sem ég best veit, þetta eru að spila í komandi ESEA-seasonu og eitthvað svoleiðis. Ok, aggressive play, þeir eru 3 komnir þannig í þetta. En Snowy hins vegar lappa bara gegnum smókinn, tekur 2, Nonni nær allavega treytinu, fær væntanlega trjóla bara beint hérna til sín, sýnist að vera bara mjög meðvitaður hvað í gangi hérna með advantage í píkir. Já, nær killinu, næra. Núna þarf maður að róta þetta af B-inu, það engin á A hjá ykkur. Edison fyrir upp. Nei, það var ekki alveg nógu vel drillað, en 3v3, það eitthvað sem þeir geta unni með, þeir eru samt allir að róta upp á aðeins. Skilja Nonna eftir einan á B-inu með 7 HP. Það er ekki meira það. John Wick. Ég held að Hyper sé eins og ekki búin að taka ákvörðun með sín þegar alltaf B. Já. Sökkar, já, hann er að hardcleara tengi, já, þeir vitu þetta ekkert hvert Nonni fór. Nei, akkurat. Svolítið hrættur það. Allavega búin að finna að hann sé ekki lengur í baklínunni. Nonni heyrir droppið væntanlega. Ekki rotate samt. Nei. En Nonni verður bara að ná headshot í þetta í fyrsta. Annars er hann að fara að vera að treyta þér. Já, gera það. Já, flott. Ekki píka aftur. Please ekki píka aftur. Já. Góðu smóku bara fyrir plantið. Eins á greinu. Molli. Þetta Molli. Hvað fór greina? Hvað greina hann? Sá hann ekki. Var hann með greinu? Já, hann var með greinu. Ég sá hann með greinu. Gott vik hérna. Rodríguez komin í vatni close. Þá er þetta á Inso. Blassi kemur. Dodja það. Tíminn er pirraður. Eða ekki. En hann ákveði. Ok. Nonni. Það var gott dodge. Þú lítur frá, en nýtur nógu snemma aftur til að grípa blassið. Þetta land var bara á bækinn á Nonna, sko. Já, hann er 2 til að snúa sig 3v3 og tekur sig hann líka einn á leiðinni inn á B. Já, þá killi hann á B-inu og fela sig svo. Já, gerir vel. Vel spilað, sko. Já. Þetta er æginn sem hefur svona smá vantað í KBO í seríunni hingað til. Þannig að það er fínt að sjá það einhvers staðar. Algjörlega. Og aftur á móti er svo erfitt að treysta alltaf á þessi individual performances í svona leikjum, sko. Sérstaklega þeir eru svona veila plassuna hana. Þeir eru líka byrjað að spila aðeins saman. Þeir eru náðu mænt Solo beilaði. Þeir eru ekki. Þeir eru með mann í tengi. Solo hins vegar einn hérna á fjarkanum. Vílíkt skot en treytaður leið. Edison, trademark jump pickið hana á barrels. Þetta er bara sama, það er bara bíð og halda. Það eru hvað, 40 sekundur liðnar af og þeir eru ennþá allir bara á byrjunarreitum. Ég skil Nonna hana, sko, vanalega er maður í klandri hana, AK-inn deyr, maður er hræddur við að vera samlokaður úr tenginu. Nei, þú verður að velja fight til að taka. Já, en á móti Hyper, ég menna, það eru 40 sek ég er samlokaður, sko. Já, þeir eru utan það. Velja rétt sæti hérna, bara einn í ABC, Edison.
Ég meina, Nonni var hana í seinast rándi, þeir hljóta að vera opnir fyrir þessu. Já, ég fara bara í krátið, gera vel. Já, þetta er posta sem að virkar einu sinni í leik. Já. Já, það er bara kaldar kveðjur þarna. Hann er samt ekkert að fæla í. Hann tikkar. Það er ótrúlegt að ná einu. Já, það er, og líka tikkar alveg finnstunum áður en að Gott skot, Snowy. Ég vil ekki að svara hérna bara. Já, Óli fyrir sparið. Já, ég veit ekki. Það er betur að vita allt. Nei. Ég er að reyna að hugsa bara hvað maður á að segja, sko. Við líður líka sko eins og Hyper, þú veist, call-in hjá Hyper eru líka góð. Þegar þeir eru að taka þessi stökk inn, það er alltaf bara einn leikmaður að neina. Já. Og einu sinni að lendu þeir í 3 en þeir bara þurrkuðu það á einn. Já, löppuðu bara inn í línur og unnu alla fæta bara. Algjörlega, þannig að það er rauninni, þú veist, áður fyrr kannski í seinustu deild hefði maður verið bara eitthvað móti Hyper í seinustu deild, það hefði maður verið bara KBO þeir að fara að jarða það. Já. En við erum ekki að sjá Hyper er bara, fyrir mér, lítur út fyrir að vera betra liðið. Já, 100% sko. Og ég meina, þetta er ekkert alltaf, þú veist, þetta snýst ekkert alltaf hvor er betra liðið. En í þessum leik þá virðist það að vera bara 100% það sko. Já. Ég myndi ekkert segja að KBO sé eitthvað verra firepower eða eitthvað sko. Alls ekki. En þeir eru bara... Ef við erum að tala leikmenn, þú veist, Edison ofvirkur, eiga að vera topp 2 leikmennir inn á servernum sko. En við erum ekki bara búin að sjá það. Ok, býttu. Snowy. Það fekk flass, það er... Já, lovely sko. Já, eru hérna í... Hann crouchar undir lína Kiro. Þvílíkt skot hjá Kiro. Og NS í chatið. Já, maður heyrir bara klikk klikk. Masi solo bara fastir. Solo! Annar. Það væri alveg galið ef hann er AK-num hérna. Sigþór er ekki að labba inn í hann. Skuggi. Já. Já. Drúli er að hitta. Drúli er 17-5. Já, hann er að hitta. Ég var að peppa hann upp fyrir leik. Þú varst að peppa hann, þú sagði að einn annar leikmaður sem gæti steppað upp fyrir CSGO Drúli. Rodríguez fær mann hérna beint í bakið, einn eftir inn á sæt, Nonni með digluna, nær ekki að tengja. Og vita hann er einn inn og alltaf er rótett að taka bombara. Já, þetta er kallt. Hleypur ekki með bakið í burtu svona á móti diglu. Sér hvað Nonni er slagur í sætinu sinni? Hann er JDM bara. Já, hann er bara... Hann er með full recline og stáð. Heita eftir maðurinn á servernum akkurat núna. Heyrðu þið steppið eða ekki? Hann mun heyra líklega stroppið nema Nonni silent droppið hérna. Nei, hann Drúli, hann steppaði á sjórstinu held ég. Já, ok. Tíminn er ég held að hann viti. Hann er komin líka í góða posi hérna fyrir þetta, sýnist mér. Önnur er að Drúli steppar hann og er komin í vatnið sko. Timing, feikar, fær Nonna hérna í sig. Neitur ekki, fær Drúli í sig í liðina og 6-4. Drúli líka can do no wrong, sýnist mér. Hann hendi byssunu sinna þegar hann held að hann var að deyja. En, ok, hversu fyndir ég segi, he can do no wrong. Og síðan börnar hann 2700 krónum beint sekundar eftir ég segi þetta. Þetta var ára. Þetta var, já. Þið gefa ykkur allt advantage sem þið þurfið, strákar mínir. Já, ég þarf einu sinni ekki. En hann akka. Spila rondum með glokkunni bara. Það er hann helvítið þægilegt að eiga 2 leiki í röð þar sem einn leikmaður er að stíga svona upp. Ok, heyrðu. Geggjaránd. Frábært, þeir eru að spila saman, þeir eru reddi á sjortinu, þeir eru reddi framalega A. Þeir eru ekki að fara að vera kramdir í tenginu fríkt. Í rauninni eina sem getur bitað er akkurat þetta mús sem er að gerast núna. Þetta er Hyper, er locked in. Þetta er
galið. Þetta kallt úr spáni, þá fór enginn að hjá þeim. Nei, og þeir munu, ef enginn steppar, þá munu þeir líklega fá bara Sjáðu hvað þeir eru að horfa mikið á Keflavík. Minn guð. Nei, en hann alltaf Edison einhvern veginn að gera gott hérna, mollaður út, plantkýpurinn. Og hvað nú? Ég meina þeir eiga nú bara 1 smók eftir á drjóla. Þannig að KPJ ætti að klára þetta retake. Já, ég myndi halda það. Já. Edison er að galdra hérna. Vast fyrir monsterið. Já. Nei, hvað er í gangi hérna? 3-3 allt í einu. Svik með 2 og 3. Þetta er... Sko, ég verð að segja, sá sem að kála fyrir Hyper akkurat núna, hann er check PC, sko. Þetta er... Check him PC. Já, þú veist. You know me on smoke and knife. Það er eiginlega nuts að gambla alltaf rétt. Ég meina, það er ekkert að ganga. Hvað gerir maður? Kvitt í konsól? Nei. Ég er bara að spá hvort maður bara tekur öll 4 takkin í röð, stígur, stendur upp, ferð bara út og aftur inn. Núna ofvirkur. Já, Solo hins vegar fljótur að svara þarna, gerir vel. Spottaðir. Rótandi yfir á bíðið, já. En málið er að þeir með ekki steppa núna því það er einn í tenginu. Þeir eru að fara að steppa. Já, og mig grunar það að það byrjar að koma hlaup fljótlega. Byrju smá, ég er enda að fara inn frá þeim. Ok. Þeir þurfa samt eitthvað hraða í þetta, sko. Já, hann fara í bakið. Edison kemur í bakið á honum. Snowy. Já. Ok. Flott. Ok. KPJ að fara að sigla líklega svinta rándinu hérna. Mikilvægt ránd fyrir það að ná. Góðmáli. Hægir á rótteitinu. Það Nonni sé X-faktorinn í þessu rándi. Algjörlega, kemur hann í monster. Nei. Hann sá. Spottaður. Ég er með vonda tilfinningu. Bíða eftir rótteitinu, gera vel. Nei. Já, þetta er ekki gott. Grenan beitti andliti á Edison líka og á springar. Þetta er alveg masterklassi á Hyper akkurat núna. 21-7. Hann er 21-7. Sökki með 11, annars eru þeir ekki með, þeir eru eins og ekki með 2 stafa tölu, sko. Nei. Ég á eiginlega ekki til orð. Ég held að alheimurinn vilji bara ekki að KPJ vinni í dag. Ég held að það sé bara eitthvað external force being applied. Já, þetta er... Og líka, þú veist, Óli á vappanum hérna í CT, þú veist, það var ekkert mikið að frétta fyrra. Hvort hann hafi náð einu vappakilli eða eitthvað í tótal. Já, og síðan hefur hann ekkert verið með banka bara fyrir vappa restina af leiknum. Hann er alltaf að skjóta einhverja gæja sem eru bara í Matrixinu, bara að dodja skotið. Já, reggi-serverinn akkurat. Jói Shine tökkunum þarna held ég, sko. Svignar einum. Dingaður. Gótt pixamann, ná svarta sætið ógeðslega hratt. Já, vel gert, gera vel hérna gátt í að ná 3 hratt. Botskvætti á Solo. Allt á Instó. Já, nice. Frábært rándi á KPJ. 8-5, þetta er það sem þið þurfa. Það er ógeðslega mikilvægt legur spottar hann aðeinu að þú sért hraður á rappasætið. Já. Því leið og hikar eitthvað smá, þá er rótið komið, það er komið út rusl, það er komið út banka og þá er þetta búið. Já, og líka þú veist með alveg ágætis advantage í svorminu með glokkunum, sko. Hann þarf að kíkja línunar. Þetta er alveg 180 gráður sem að þið þurfa að vera að pæla í, sko. Já, og hann þarf að kíkja á línunar með uppspenna. Þegar hann hleypið nálagt þá ertu eiginlega kominn í vaskinn, sko. Molla læna. Góð smókur hérna, lúka smá á playið hjá Hyper. Ég er bara að viffa mollanum mínum, sko. Allir að koma hérna í 5-una, 1 kemur leit fjarkan líklegast. Það er búið að heyra í þeim, en þeir eru allir hérna. Já. Nær einum! Nei, þetta er svo ætt. Ó nei, Molli kemur út. En Nonni hins vegar góður á fjarkanum að... Drepi hann. Já, ég veit ekki hvort hann búist við Snowy hérna, það er eiginlega að fara að vera... Þetta er svo ógeðslega hættulegt. Býstu honum... Þetta leit smá hættulegt út af það á tímabili. Hyper vinnur þetta eða forsuðu. Já.
Það er hversu hættulegt þetta var. Þetta byrjar allt svona. Svo byggja þér upp sjálfstraustið aftur og sigla þessu heim. Það ekki? Jú, aftur á móti, Snowy virðist hafa brent sig út í fyrsta leiknum 5-10 núna og Dr. Kiro 5-12. Þurfa í rauninni að koma sér inn í leikinn af því mér finnst Strjóli vera bara svona að taka upp slakkan fyrir þá. Já. En akkurat núna þurfa þeir að dig deep, ná sér upp hérna í CT. Sökks soundspottar en beilar svo. En hann er skilinn eftir 1A, þannig að þetta er bara kallbeint úr spónu. Þeir eru alltaf að vera margir á bíinu. Góð greina. Tekur alveg skaða þarna á tunnum. Hann er að spila smókinn á tunnunum. Ég meina, KPU er að bara nota svo mikið á utili og láta svo mikið vita af sér til þess að komast inn á framlega en þeir vita bara ekki að það er... Solo hins vegar nær að opna. Engin á henni, já. Já, Solo nær að opna en að tekur 1. Countersmokaðana. Róteta yfir á aðið KPU-að. Nú er spurning hvort það eins og fari upp eða hvort það stikki í Keflavík því ef hann fer upp þá er þetta orðið svolítið... þá er þetta doomed sko. Já. Þannig sýnst hann ætla að stikka. Já. Það getur 2-2 í staðan fyrir að taka gamble. Smoker kemur eins og líklega sleipur upp leið og þessi Smoker flýgur. Þeir eru að hlaupa eins og núna þurfa að ná að tefja eins og geta nær einum, ná 2. Ná ekki 3. Fyrir uspuna, teknir. Okay. Það er þetta 3-2 retake komið inn, Smoka er af. Óli fer bara í agropikki nær því og núna er þetta allt á einu manni. Og ekki bara hvaða manni sem er, heldur 22-9. Já. Hann... Þetta er samt, hann er ekki kitt sko, ég veit ekki hvort að vinnur hans hafi droppað kittið hana á opti fyrir hann en það er alveg spurning hvort hann reynda jafnvel. Nei, ég held að þetta sé eiginlega vonlaust með að hann að Smoka þarna. Ný blúmaður. Já. Það var flott round hjá KPU. Þeir voru með gott util og neina svætið og þetta lúkkaði smá hættulegt þarna. Ég held að ef hann á opti hefði verið með 30 skota M4-inn þá hefði þetta kannski verið smá dæsi. Þeir voru svolítið að viffa á hann en þeir náðu að klára þetta. Þú veist, Mollin hann bara kasta hana geggjaður, bankagæin var eiginlega bara fully isolataður. Já. Þannig ef að KPU er að fara að ná að klára þessi terrond hjá sér, þá er það... Þeir eru búin að vera nokkuð sannfærandi terrondin hingað til. Já, allan endrondin. Já. Sérstaklega, sko. Átt að séu fara í sama og þeir gera aðan en við sýnist KPU vera að taka bara rétt hérna bara allir bíamegin. Þetta er svona neglir einu plassi fyrir tengi. Þetta er klassik. Já, þetta er ekki gott fyrir Hyper. Þetta round hefur runnað milljón sinnum held ég. Þetta er þetta nýtt. Annar Smoker. Ná að tefja þetta vel. Spurðu hvort þið verið að rotate áður en að næsti Smoker feitar. Já, nú þetta rándi er bara á Inso. Inso verður að vera good for 2 hérna til að þeir eru eitthvað erindi í þetta. 5-7 í close range. Hann er að fara tímasett. Nær ágætið skaða af Rodríguez en þetta er ekki viff sem á býst við manni frá eins og manni og Edison sko. Sjá kamerun hans. Já, þetta var grátlegt greið kallinn. Núna er bara ekki það að ég hef alveg lent í þessu oftar en einu sinni. Það vita allir að léttu killin eru erfiðu killin sko. Það er ekki hægt að drepa gæja sem er ekki að horfa á þig sko. Nei. Gott búst hérna en ekkert að sjá hérna. Rodríguez tekin 4-3, retake kemur inn, eru þeir með kit, sýnist ekki, Óli tekin og ágæti skaði svo sem fyrir... Já, ég hefði nú viljað sjá þá vera aðeins aftar með Akan og lifa með þá sko en alltaf að setja að henda 5-7 nú inn, þú veist ef að þeir lifa aðeins lengur þá springa allir KPU með bombinni sko. Já.
8-8. Herru, það búið að jafna hérna og núna það bara hversu mikið vill Hyper þetta. Af því KBO þá alveg mjög mikið erindi inn í núkið. Það nefnilega, ég held að Hyper vill alls ekki fá þetta í núk, þannig að þeir þurfa eiginlega að loka þessu hér. Boostið hérna. Áhugavert. Já, gott boost, en ekkert að finna. Þeir eru samt hversu lengi ætla að halda þessu því að þeir þurfa að komast upp aftur. Já. Nei, þeir ætla bara að stikka þingi. Það alveg svakar. Já, þeir eru með, þeir eru með Snowy inn á A-mappa. Þannig að þeir eru effektív í BS-spilarinn núna. Já. Á Megalol sem. Sérstaklega þegar KBO þeir fara ekkert með það lengt þegar þeir eru að ná í aðeins, sko. Nei. En það kemur einnan í tengi, sýnist mér. Rodríguez, smókurinn fer að feita. Hann verður í vesenni. Já, allavega bestafalli good for one. En hann 100% að fara að vera treytaður. En, gerir vel. Spider senses are tingling. Bakkar úr þessu. Þetta lína. Já. KB svolítið að nota playbooki hjá Hyper hérna. 40 sekundur ennþá bara hægt og rólega að vinna sig upp. Rodríguez meðvitaður að þeir ætla að koma að samloka tengi. Ó, guð. Já, Gera þetta vel. He's back. Já. Vippaði smá í senast rándi en ekki aftur. Nú þetta alltaf eins og aftur. Af hverju enginn að hafa... Hann verður að tíma fyrr. Já, nætt hefur. Gera vel. Edison tekur hann 2 og 2. Retake. Snói ennþá í Hyper. Já. Næra útiloka að við veit allavega einn á shortinu núna. Fyrir Edison aftur í pekið. KBO leggar hann. Gerir vel Snowy hérna. Vita væntanlega hann low. Tekur upp. Timing. Hvað í gangi? Ég meina, ég skil alveg að Snowy hafi gefið línuna þarna, en það virðist að vera að hann hafi ekki verið meðvitaður að hann hafi leggað hann þarna. Nei. Heldur með vappanum í staðinn fyrir uspunni, virðist ekki vera meðvitaður hann hafi hitt hann og í rauninni það sem að gerði munin. Ef hann með uspunna þá þetta ekkert vandamál. Það þarf svo lítið, sko. Já. Þetta var vont ránd fyrir Hyper að tapa. Þeir eru ekki búin að vinna 1 ránd í City. Sama ránd hjá KBO. Þetta greinlega bara titlað anti-íkornum til þeim. Já, finnst svo mögulega bara að vera gripinn hérna. Basi kemur út. Núna þurfa að vinna fæta hérna. Já, með einum. Næst í öðrum aðna. Það ekki að tengja til að klára killið. Kýra hérna í gegn, sýnist mér. Nei, beil á því. Gott pickja Snowy. 2 low. Þetta fellur núna hjá KBO. Með einum. 9-9. Já, þú sérð alveg munin þegar Hyper entry að BSD overpass og þegar KBO entry. Já. Þegar þeir voru allir ofan í Monster allan tíman. Já. Hyper voru komnir sko Keflavík á þessum tíma. Já. Hvernig þeir fara inn og taka territorið. Þeir líka, þú veist, einhvern veginn svona samloka það vel. Þú veist, þú ert að horfa í allar áttir. Þú veist, þess 4 koma þarna upp rampinn. Þú veist, endanum. Þannig að þetta var svona... Það er líka 2 gæjar að taka, þú veist, upp molla og eitthvað þarna aftast, skilur. Já. Þannig að... Eftir að Jútil komið út að keira bara. Já, leið og missir af fyrstu bylgjunni og flössin inn eru búin, skilur. Þá ertu bara að gefa þeim, með því að hika hana, þá ertu bara að gefa þeim frí að fæta, sko. Já. En Hyper komnir með CT round. Og ekki nóg með það að bankin ekki góður hjá KBO núna. Já, þú meinar. Þeir eru náttúrulega búin að, þessi roundir eru búin að vera nokkuð close ákveðnu leiti, sko. Edison lifði þarna 1 áðan. Finnur ekki 6 í röð? Jú, en roundin hafa, þeir meiri sig í þarna... Þetta einhvern veginn alltaf búin að vera svona 2 á lífi. Jú. Í svona gegnum tíðina hjá KBO. En gott taktikal hins vegar. Já, þeir eru búin að fara svolítið illa með hérna exitinn. Já. Alveg rétt, sko. Það 2 taktikal.
Spurning að taka eitt til viðbótar. For good measure. Vanlega þegar það er double tactical þá er það því að það er eitthvað AFK, sko. Já. En núna ykkur ránd frá KBJ. Hvað er alltaf að gera á þessu? Er spurningin. Allir í tengi. Þeir eru allan með Util, þannig þeir eru með eitthvað plan, sko. Þeir eru að koma þetta bara fjarkan sín sem er Snowy, næri ekki að hitta, verður bara að hlaupa í burti hérna. Fína sér smókur held ég fyrir coverið. Hjálp, sko. Já. Tveir komnir í bakið. Þeir eru líklegast ekki að fara að búast einum í fjarkan svona hratt kannski. Róli þarf að lifa á meðan að fimmugæinn kemst áfram, Geiri banka, Nonni klíra líklegast. Nei, fyrir plantið. Planta fyrir CT. Gott hjá Kíró. Ná hins vegar plantinu sem er ágætt þegar þú ert blankur. 10-9, Hyper, komnir inn í leikinn aftur. Rétt svo leiðu KBJ að jafna bara. Já. Og svo fóru þeir í gang aftur. Já. Gerir þetta spennandi fyrir okkur sem eru að horfa. Já. Sýnist þetta alltaf bara að vera standard defaultið hjá KBJ núna. Rodríguez að ná shortinu. Já. Hyper mollu eins og ekki shortið. Nei. Það er bara einn út. Hyper eru farnir í gamla góða setupi inn í toilettinu 5 sekundur inn í rándið. Það er svo geggjað, sko. Þetta er svo old school að spila bara eitthvað CT setup í toilet út úr spawni, sko. KBJ eins og hafa verið mjög góðir í að taka saman þessi svæði. Já. Allan þeir hafa verið mjög meira samtvinnaðir í terrinu heldur en þau voru í CT. Alveg 100%. Núna hljóta þær að vita nákvæmlega hvað setup er. Nei! Kannski óþarfa píkarna hjá Suk. Hefðu getað flipt þeim aðeins nær, sko. Þetta setup það er svona leið að þeir vita af því þá er þetta jig up, sko. Já. Og ég meina KBJ hafi verið að enda rándið sín bara mjög vel, þannig að það er líka svo vont eins og í stöðunni hjá Suk, skiljur. Þannig hann tekur þetta angól og svingar og svona vonast til að séu 2 á línunni og þú bara ba-ba. Og hann svingar út og það er enginn á línunni og þeir svinga inn á þig. Og það ertu bara alveg tekinn, sko. Það er mest það. Já, þetta er svolítið þannig. Svo sem ekkert rangt við þetta pík þannig séð ef hún nær tímasetningunni rétt, en ef hún er röng þá ertu alveg farinn, sko. Trjóðlega á rót þetta. Offangul þarna hjá Insno en plastið var fullkomið. Já, bara enn og aftur vel klára ránd hjá KBJ. Ég meina leið að það er, þú veist, ef þeir komast í advantageið. Já. Og klára þær. Já, gerir þetta bara vel. Líka þeir hafa verið að dodgea Snowy svolítið á vappanum, sko. Hann er búinn að vera að byrja mikið að halda 5 frá A-side og eitthvað. Þeir eru bara ekkert að koma þangað. Þú veist, ég held að þetta væri svolítið öðruvísi, þú veist, þeir væri ekki hvað segir maður, frjálslegir þarna á A-inu ef þeir hefðu verið búinir að lappa í Snowy á einhverjum tíma. Þú veist, ef að Snowy hefði verið með línaðana í toilet til dæmis. Ég meina þá muni þeir vera hrættir úr táleikinn, skilur að lappa í þessar línur. Algjörlega. En hann hefur bara ekki komið til leiks. Hann hefur ekki náð í rauninu neinu flugi allavega. Nei. Það er líka svo vont akkurat þegar maður er vappi og maður er svona, ég ætla að fara í þessa línu og sem kemur að flassið og þú fara hann að línunni og fer á næstu og flassaður út aftur og maður er bara svona áður en þú veist að þið eru 4 akkáðar í andlutuna þér. Þú vilt bara fólk slow walki. Já, helst bara dry og... Já, gefi mér þetta bara. Bara dry walk. Ekki að horfa það einn í línuna þeirra. Það er okkur einhvern. Í seinasta rándi þá labbaði ofvirkur í gegnum hennan hlemsmók í 8. hlem. Núna ef hann myndi gera það, þá myndi hann fá bara rakleiðis 2 kúlur í hausinn. Óli er að fara að gera. Nei, smókur feitar.
Þeir ætla hins vegar að lappa framhjá. Já. Það samt maður á A. Hyper búin að vera að spila 2B eiginlega bara allan leikinn hérna. Tekin, þeir sáu Svik sko. Já, Svik verður að snúa sig við núna. Hittir ekki skotinu, Snowy. Þetta er stein! Núna veit það já. Já. Klókt að klára þetta rand. Já, þetta er komið held ég fyrir Hyper. Þetta er KP og segir. Gleymdu þér sökk? Þeir virðast hafa gert það. Einn á Opti. Verður að vinna þennan fight eins og. Já. Þetta er orðið mjög erfitt fyrir Hyper núna. Já. Peningurinn er ekki góður. Öllu líkitum að fara að stefna í eitthvað match point. Betri peningurinn í held. Já, heyrðu Drúli með 10k. Já. 25-12. Hann er búinn að vera legginn að spara reikning. Já. Þetta, ok. Þetta er doable. Já. Snowy þarf bara að fara að fá kontakt með vappan. Já. Það myndi styrkja sér til þeirra svo mikið, sko. Spurning hvort hann vilji bara brýta til og vera fyrir meginn. Já. Já, er hann ekki við? Jú, hann mæti við. En þú veist, hann var B í sinni þannig, labbaði hana í Já, og missir af, já, hittir ekki. Þú veist, KPO er bara ekkert að spila B, sko. Það væri ekkert kontakt þar. Þetta tekur hann bara gegn. Heyrðu. Þetta er B-lurki, núna ætti þeir að... Já, ætti að vera með þetta það reitt búin að... Þeisturinn er að pusha Snowy. Rótetuðu yfir á B-ð út af þessu eina pikki. Já, ég veit ekki alveg... Þeir eru svo sem spila mjög aftalega á A-inu, þannig þeir eru að efna á þessu, Fá allt infóið núna. Rótetu kemur upp, 3 verða á A-inu. Drjóli þarf að vera farin upp líka. Þannig að koma... Já. Óli tekur sig upp. Execute kemur inn. Drjóli verður að vera snöggur á hann að smóka til koma. Gott pick hérna hjá Kiro. Þeir eru hins vegar lokaðir út. Þetta er mjög vinnable fyrir KPO ef að... Nei, gott play hérna hjá Snowy. Kemur lönguleiðina í bakið. Þetta er langt í hann saman. Já. En... Þeir ekki fleiri smóka. Heyrðu. Óli. Hann heyrði þetta ekki samt. Færa eitt hérna. Nei! Ok, gott skot. Heyrðu, Óli var þarna bara með vatn. 4-2. Nonni þarf að vera stór hérna. Smókurinn kemur. Já, vel gert. Hyper þurfti þetta round 11-11. Þetta er leikur. Ég veit ekki hvernig það fara að þessu, sko. Já, ég er svo sem veit alveg, en það er alveg svakalegt hvað þeir ná að klóra sig inn í bara einhverja stöðu sem þeir ættu ekkert að ná að klóra sig aftur inn í, sko. Nei, algjörlega. Heyrðu, nokkra júrór. Þetta er svolítið make it or break it fyrir KPO-þina. Bankinn er ekki góður fyrir næsta round. Hyper með aðeins meira, þannig að... Það er líka það sem þeir eru að gera hefur verið að virka fyrir þá. En núna... Við erum að tala að bara eitt flass eða eitthvað, þetta er munurinn sem er frá því að þeir vinni að tapir hann. Já, það er vappadúli hérna. Snowy kominn inn. Kiro spammaður í gegn. Það er næstu því Rodríguez. Ok, gerir vel. Heldur lífi, eru manni yfir. Solo dinkaði líka í gegn. Þetta round byrjar ekki vel fyrir KPO. Þetta er vesen. Já, þetta byrjar ekki vel fyrir KPO-þina. Róteta hérna yfir á A3. Þeir líka byrju ekki með neitt á A, þannig að þeir þurfa að búast líklegast ekki við Snowy. Gera allt. Eða hvað ætlaðu að snúa við? Það hlýtur að vera. Þeir eiga ekkert á A, sko. Nei. Þeir eru með 1 flash, 1 smoke, 1 molla. Þetta er svona smá poor man's execute að fara þetta hérna í gang. Þennan smoke hef ég ekki séð í 5 ár eða eitthvað, sko. Bjarni elska að kasta þessum smoke. Svona boomer smoker. Já, eldgamall þessi, sko. Einn í ABC, einn í matninu. Execute kemur í þeir þurfa að vera stórir hérna. Þetta er mjög erfitt. Af hverju þeir þurfa að vera búin að rotate by now? Þeir vita að það er enginn á aðinu, hann er búinn að spotta allt hans upp. Hann mun geta að lifa svo lengi í vatninu, þetta mun vera ógeðslega erfitt. Ok, hann nægir ekki, Drjóli mátti ekki deyja, hann Nonni fellur.
Edison, báðir ekki á rosalega miklu lífi. Þetta er alltaf solo. Tekin 12-11, peningurinn ekki góður hjá KBJ. Þetta er brekka. Tekníu röss og shortið, hvað er að fara að gera? Það er ekki mikið í boði allavega núna. Það sást að KBJ vissi nákvæmlega hvað að setja upp þeir voru að fara að lappa inn í. Ég meina þeir voru að hardklíra bæði Keflavík og vatnið. Þetta þurfti í rauninni, Edison þurfti hann á pikkinu og drjólaðan. Já, en vandamálið var að þeir voru svo lengi að bakka B að rótiti var komið bæði hefinn og niður í Keflavík. Þannig að það skipti ekki máli. Og það var sko undir eðlilegum kringumstæðum með hvar Sukk var staðsettur. Það átti rótiti að vera löngu með þess að komið inn á B. Sukk var búinn að klíra toilets, var búinn að klíra allt. Þannig að þeir áttu að vera það er alltaf mjög spes að vera með 1 leikmann þarna og få inn á A-side. Já, ef þeir voru ekki nema 2 sekúndum fyrr komnir inn á B það hefur örugglega náð þessu rann. Já. Þú veist, þetta er hársbreiddin sem að þessi terrhálfleikur hefur verið bæði fyrir KBJ og Hyper. Ég meina, rondin er að fara á bara ógeðslega nálegan hátt. Já, teppur 12-11. Þetta er þurfa að galdra eitthvað hérna, KBJ. Já, og það hefur ekkert verið að virka það vel að þeir geti gripið í það. Þannig að ég býst bara við 9 kalli hérna, sko. Þeir eru með lappi gegnum smókin 4 smóka. Þeir vita að Hyper eru búin að vera aftarlega á æðinu, þannig að kannski það faktor. Hyper er að gera líka bara vel, gefa close og þetta Sukk að fara framalega hérna. Eitt smókur hérna yfir. Gott skot hjá Snowy. Mollin kemur út. Rótið er komið. Verður henni píkið. Hann er með línuna hérna. Hann er samt ógeðslega framlega. Þetta... Nei, það er á 4. 4, Ace að fara að koma. Hún langar í að Ace í lokin hjá Snowy. Kom sér upp í 18-17. Það er ósvöld að það er enda positífur í þessum leik. Herðu, hann var hvað, 5-13? 5-13. Já. Þetta, já, amazing. Þetta var geggjaður leikur og Hyper ná einhvern veginn inn í leikinn aftur eftir að vera þarna komnir bara að tapa einhverju 6 rándum í röði. Já. Virtust einhvern veginn ekki hafa nein svör fyrir terrhelmingnum hjá KBJ og síðan einhvern veginn missir bara KBJ móðinn einhvern veginn. Það er svona... Já, ég veit ekki, þetta var auðvitað svolítið, eins og ég segi, þetta var svolítið hársbreitt. Það var ekki eins og Hyper voru eitthvað grúttapað þessum rándum. En það sást að Hyper vinna 1 gunround og KBJ voru spar. Já, það er... Þannig að þetta var alveg, þeir voru alveg vel tæpið. Þetta var mjög brothætt hjá KBJ, sko. Ég meina algjörlega, Edison einhvern veginn er að bjarga þessu rándi þarna, þannig 2-1 og það er náttúrulega kjölfæri vinnu síðan Hyper ránd, bankinn eiginlega bara alveg í askinum hjá KBJ kjölfæri. Ég var bara, hvað ég hef sagt, bara mjög impressed með Hyper í dag. Þeir voru mjög góðir þéttir, vissi alveg hvað þeir voru að gera, voru að hitta Drjólu og Snowy og báðir geggjaðir. Já. Áttu báðir sína stórleiki og Snowy síðan nær, þú veist, hefði hann ekki stigið tilbaka þarna í lokin og grifið upp seti helmingin þegar staðan er 10-10 skilur þá hefði leikurinn fallið klárlega KBJ megin. Akkurat. Þannig að þetta er bara masterclass bara ánægði með Hyper. Þeir eru að innstimpla sig mjög sterkir allavega í deildina í ár. Já, 100%. Ég finna þeir voru í fallbaráttu í fyrra, voru tæpir og núna er þeir bara, þú veist. Ég held þessi búnir að mögulega þeir þurfa að eiga mjög lélega leiki. Já, það er allan að brekka fyrir KBJ að koma sér ofan núna, sko. Já, en þeir eru búin að slá út núna hvað, 3. seed og 1. seed. Þannig að á Dusty og... Dusty 3. seed? Nei, KBJ 3. Já. Þannig að þeir eru búin að taka KBJ núna, 3. seed. Já, það er 1. og 3. Já, þeir eru búin að taka Dusty líka. Þannig að... Kannski ættu þau bara að sleppa leikunum á móti neðri liðunum og spila bara á móti toppliðunum. Já. Þeir myndur að vinna þá bara. Það verður með deildina í Vaðarsson. Annars ekkit mikið annað en þannig að leika að segja fyrir utan MVP. Hvað finnst þér? Hlýtur að vera Snowy. Já. Drjóli átti geggjaðan leik hérna í over en Snowy átti eiginlega bara geggjaðan leik í Anubis og geggjaðan City hálfleik. Já, ég hefði líklega skefið Drjóla MVP-in ef
Snói hefði ekki rífið sér tilbaka Já. og þeir hefði unnið 13-11. Þetta Af því rýst það ekki var- bæjast þannig í Já, einspilum, af því þú veist, leikurum að það close skiluru en síðan í rauninu var það Snói sem kemur og steppar alveg hart upp í rándunum sem skiptir máli til að loka leiknum, endar þarna 18-17 og náttúrulega með næstu 30 kill í fyrsta, bara klálega Snói á þetta bara velskilið. Hyper einfaldlega bara betri í dag. Já, ég held að það sé ekki takt að segja neitt annað sko. Nei, í rauninu ekki, en já, við erum þá líklegast bara búnir í dag, myndi ég segja. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur, sjáumst í næstu viku, sjáum mig í næstu viku á 5. daginn og Tom og Óla á 3. daginn, þá er 4. umferð officially lokið. Takk fyrir í kvöld.